Verið velkomin í Alkódeildina. Ég verð með ykkur hér og ég heiti Steinar Pálmi Ólafsson og ég ekki einn og með mér hérna Aron og þú. Velkomin í Alkódeildina. Hér heiti ég Aron Ólafsson og hér með mér Steinar Pálmi Ólafsson og hver heldur að vinni? Gabbi, Dennis 13, Jensína eða Kristó? Ég held Kristó. Ok. Heldur að það verði einhver súr gúrka í dag? Já, kannski ein. Kannski tvær? Kannski heldur þú það sé pulsa? Pulsu með dyru og gleruðu? Já. Skrítin gleruðu? Já, og svo líka já, og svo ætlum við að sjá stigtöfluna núna og þá getum við séð öll liðin og hverju þau eru. Ok. Ok. Dennis 13 og Dr. Hákon. Dennis 13 og Dr. Hákon eru í fyrsta sæti. Og Kristó og Gabbi XXT Tentókós eitthvað og svo erum við að fara að sjá mjög spennandi leiki og svo Halló, strákar. Hæ. Hvað eru þið að gera hér? Við erum bara að lýsa. Nei, sko, ég á að vera þarna að lýsa og þú ert ekkert réttur Aron þarna. Nei. Strákar, þið að vera heima að fara að hátt ykkur og fara að sofa og svo eru þið bara hér í Fortnite-útsetningu. Við ákveðum að koma að lýsa. Jáhá, herru, snúðu nú fram svo að fólki heima sjái þig. Já, herru, hvað segið þið? Við erum hérna með liðin, þið voru að tala um hérna Dennis 13 og Dr. Hákon. Hvað segið þið hérna? Haldið þið að Dennis 13, Dr. Hákon og Kristó eða Kristó, Gabbi og Sigmar, hvort liðið haldið að verði fyrir ofan í lokinni í kvöld? Kristó og Gabbi og Dennis 13 myndi vera kannski í síðasta sæti í næsta leiki í kvöld. Heldurðu það? Nei, kannski svona þriðja, fjórða. Þriðja, fjórða? Já, og ég held að ansi duglegur að komast í góð sæti. Ég held að hann Fjölnir Aron myndi kannski vera í ekki lengur 6. sæti heldur öðru. Í öðru? Já. Eða það? Þú heldur með Fjölni, eða ekki? Þú ert mikill Fjölnismaður. Já, og Fjölnir Aron og Fjölnir Tonka og Fjölnir Slipstream og ég held að það sé, meira að segja Fjölnir Bjarki Panda með þeim líka. Þeir gæti alveg farið og gert góða hluti í kvöld. Já. Ha, er það ekki? Jú. Og kannski líka í síðasta sæti Straight Up Ducker, Mozart og Jólakissi. Já. Heldur að þeir endi áfram í 10. sæti? Nei, ég held að þeir enda svona í 7. eitthvað. Í 7. sæti? Já. Ok. Herðu, strákar. Já. Ég ætla að segja takk kærlega fyrir hjálpina við að koma okkur á stað hérna í kvöld. Ég kannski fæ ykkar hjálp líka meira á eftir þar sem að við ætlum að smakka hérna nýtt nammi frá Lúkalúk. Smakka þessar regnbogastrimla. Hvernig líst ykkur á að koma hérna aftur og eftir og hjálpa mér að smakka þá og segja fólki hvernig þeir eru? Já. Eru þið til í það? Já. Ok, herðu, þá skulum við bara bjóða hérna hinum Aroni að koma hingað og þið megið fara og fá ykkur sæti. Takk kærlega fyrir hjálpina. Já. Já, herru, þetta voru gestakynnar kvöldsins. Steinar Pálmi og Aron Hrafn. Er þetta ekki fullt nefnt til að skipta þig út fyrir yngra eða?
Jú, eða, þú veist, ég meina, Ég er nú bara 20 og eitthvað. já, en þú veist, þú varst farin að missa tenginguna við áhörðahópin okkar, sko. Já, kemur alltaf með þýtstaldrum, sko. Já, maður verður líka að byrja að kenna þeim snemma Það er rétt. hvernig á að vera, sko. Og fyrir þá sem voru kannski að velta því fyrir sig, þá eru þetta börni mín, sko. Þetta eru strákarnir mínir, en þeim hefur dreymt að fá að vera hérna með í útsendingum. Mér fannst þið standa sig vel. Furðu vel. Góð kynning og flott. Og ég laka til að fá hjálp frá þeim á eftir að smakka regnbúa strimlana frá Luke & Luke. Þetta nýtti það ekki. Skemmi, ég setti Jú, þetta er nýtt. Ég var að raða þessu hérna, sko. Þú veist, come on, maður. Get ég fengið hinnar hann aftur? Ég er bara að skoða, hvað er þetta? Þetta er ómögulegt. En já, eins og var sagt, þá erum við komin hérna, það er Elko-deildin. Við erum í tríós, eins og hann Steinar lét okkur vita áðan. Við erum að fara að horfa á 2 æsispennandi leiki í kvöld. Þetta er kvöld 3 af 4. Þannig að við erum að fara að horfa á leiki 5 og 6 af 8. Heldur betur. Við sáum stöðutöfluna örstnögt áðan. Nýtt season, það er kannski svona stóri bitin sem við þurfum að tala hérna, er það bara frá því við vorum hérna síðast, komið út nýtt season, það er margt búið að breytast og við vorum aðeins að tala um það hérna fyrir útsendinguna, það getur haft áhrif, töluverð áhrif á það sem við erum að fara að sjá hérna í kvöld. Já, í rauninni vitum við ekkert hvað við erum að sjá, því að við höfum séð áður season komast breytast yfir með tímabili, það gjör breytti tímabilinu okkar, sko. Já. Ég held að það sé að gerast aftur, þannig ég held að í rauninni ef að Steinar svona upptekinn oft í öðru þannig að æg Kristó kannski minna þannig ég held að þessi kjöri tækifæri fyrir hann til þess að stíga fram úr, sko. Já, sko. Já, þá fyrir ekki þau. Sko, ok. Það sem ég er svolítið að hugsa af því að núna er ég búinn að vera að spila svolítið nýja seasonið og reyna að læra eins á þetta. Risastór munur, eiginlega allt mobility er farið. Allavega eins og við þekktum það með Oni grímunni. Við sáum hana rosalega mikið, þeir sem náðu ekki grímunni voru með sverðið, núna eru báðir þessi hlutir farnir úr leiknum, en á móti kemur að við erum komið með launchpad, allavega í venjulegu útgáfuna leiknum, ég veit bara ekki ennþá hvað er í boði nákvæmlega í competitive svonum. Við erum með launchpad, það eru shockwaves í venjulega leiknum, en við höfum ekki séð það í competitive, þrátt fyrir það að það sé í venjulega leiknum, víst ekki við að sjá shockwaves. Svo ertu með eitthvað Sub-Zero hanska, sem að leyfa þær að skjótast aðeins áfram. En bæði þá launchpads og Sub-Zero hanskarnir, náttúrulega bara slott sem að þarf að fara í mobility. Og þá sérstaklega kannski launchpadarnir, þar sem þú getur bara verið með 2 eða 3 og það er erfitt að finna þá. Þannig að viltu fórna heilu slotti hjá þér til að vera með 1 launchpad? Ég raunin ekki, því að ég veit að sprites eru ennþá. Þeir geta virka á svipaðan hátt, er það ekki vindspritanir? Jú, vindsprites eru ennþá, en þú þarft að skilja hann eftir þegar þú flýgur. Vissulega, en er það ekki þess virði þegar það hittir 1 slott, skilur við? Já, en það er náttúrulega líka, það er náttúrulega heilt slott líka að vera með sprite. Já, en það er töluvert meira þá, sko. Það er meira þá, já, það er alveg rétt, sko. Og en þú getur ekki stakkað þeim. Þannig að þú ert alltaf bara með 1 þá. Þá getur þú bara tekið einn sem þú þarft þegar þú dettur á þá alltaf. Já. Þannig að þú getur bara skilið slott eftir þessuna en kemur alltaf ljós. Já, ég er allavega, skilur, bara stórt spurningamerki það hvernig mobility eða movement verður eftir þetta update og hvort að fólk sé að fara að lenda í ykkur í vesinni. Af því að samhliða því að við erum með minnkaðan hreyfanleik hjá spilurum, sérstaklega getuna til að teleporta innan úr öryggin á boxinu einhvern lengst í burtu. Núna þarftu að fara þangað, hvort sem það er að fljúa eða eitthvað Sub-Zero slæta þig á okkur klaka, skilur við. Á móti kemur og þá erum við líka með Mammoth Pistol, Sniper Rifla, við erum ennþá með Twister Hollow Assault Rifle-in, við erum með nýjan Assault Rifle sem er svona eiginlega bara eins og SMG. Ég býst alveg við að sjá slatta af honum af því að hann verður held ég bara þokkalega góður svolítið svona close range, en Hollow Twister er náttúrulega búin að vera metan og ég held að við sjáum ennþá svolítið af honum. En punktur minn er, þú ert komið með meira af stöffi til þess að leysera eða snæpa einstaklingar sem eru að rótita á sama tíma og við erum með minna stöff til þess að rótita. En ég held að þú ert líka með meira stöffi til þess að spila hlutverkaleikinn. Með snæperinn, Mammothinn, til þess að vera longrinsrið, með SMG AR-inn til þess að keyra inn í og líka með þá hólotvisturinn ennþá. Þannig að þú getur ennþá verið að skipta í lið, sko, og miklu betur en það var. Já, og ég held að við hljótum að sjá hlutverkaskipti núna, sérstaklega það sem að
það að vera með til dæmis snæper, jafnvel að vera með 2 snæpera, spreyja niður eitthvað vegg, taka skot, nokka eitthvað í tríós, þú getur klárað einhvern nokkaðan bak við vegg með því að spreyja allir. Þannig að núna breytist leikurinn svolítið. Þarft ekki full commit. Bara að algjörlega tileinka þér fætinum til þess að geta náð fellu. Núna gæti verið nóg að bara snæpa eitthvað. Og það held ég mun breyta leiknum svolítið mikið. Annað, það sko komin einhver svona pulse scanner eða eitthvað sem svona einhver gæi sem þú getur hent og þá skannar hann einhvern radíus og sýnir þér alla kistur og einstaklinga. Var ekki medaljan svipuð? Þetta svona svipuð og skann medalju skilurðu. Fyrir svona 3 seasonum með 2. Já, og þessi skann NPC-ar og eitthvað svona. Þetta svona svipað þannig, nema bara núna ertu með bara unit sem þú getur kastað. Okay. Það gæti alveg, þú veist, mögulega gert eitthvað. Aftur er það slottsins virði, örugglega ekki í þessum keppnisleikjum. En nýtist vel til dæmis early game. Þú sér þetta, tekur þetta, hendur þessu niður og svo bara heldur áfram Ég held að þú notar þetta bara með að lúta, sko. Já. En veist, og þetta náttúrulega ekkert slott virði þegar allir eru hvort á sama stað, sko. Nei. Þú veist að það maður í öllum áttum. Þetta er alveg lúmstæðilegt. Sko. Áhugavert, ok. Það er meira. Við erum með sticky grenade launcher sem er allt frá fjólblóðum upp í Mythic. Er hún í competitive? Ég bara býst við því með það er drop frá NPC, sko. Ok, já. Og þessi sticky grenade launcherar eru ruglaðir builds akkurat núna. Já. Ég gæti alveg séð bara spilara farma rocket ammo og vera 2-3 jafnvel með sticky grenade launcher og svo bara ef þú sérð einhverja að þá bara 18 grenur. Dettur hún úr kistum? Já. Ok, En sko, hún er nefnilega alveg út um allt. Sko. Já, ok, nice. Herri, ekki nóg með það. Þá erum við líka komið með einhverja laserbyssu. Það er komin einhver svona laserbissa, hún lítur svona stór, svona ringla, eitthvað svona. Já. Herri, þetta er bara, ef ég byrja að lasera þig, þá ger ég bara stöðugt skaða. Bara tikkar. Þarftu ekki að fylgja mér eða neitt? Jú, ég þarf að fylgja þér. Já. Bara tikkar ekkert eðlilega mikið skaði. Ok. Herri, og svo á sekúndu fresti, að þá hvert sem ég er að miða, þá kemur bara sprenging sem gerir AOE skaða, sko, skaði í kringu sig. Yeah. Þannig að þú getur verið bara að leysera bara við hliðin á einhverjum stein sem einhverjur er að fela sig á bakvið og bara rústa hann. Og þetta étur bild líka. Og ég er nú bara búin að sjá eina mannesku í einu vera að skjóta niður builds með þessu. En ég get rétt ímynda mér að þú ert með 3 sem er bara, leysir þið þetta box, þá ertu bara, það er bara eins og einhver death ray úr einhverju geimveru bíómynd, sko. En svo kemur líka, viltu það vera á high-groundinu? Núna? Ef enginn horfir upp, þá já. Ég held að sé alltaf allir að fara að kíkja upp, sko. En skilur, þú veist, þetta er allavega, eins og ég segi, mikill munur. Já. Og svo erum við með, við erum eiginlega ekki með nýtt í haglabyssunum ennþá. Það er búist við að það komi svona dual wield haglabyssur seinna í þessu sísoni. Ekki vera að laga eitthvað sem virkar. En við erum með þess að Oni shotgunin er farin, Otto shotgunið og pumpan er ennþá. Og bara, það er bara fínt. Í SMGs þá erum við eiginlega bara með þarna silenced Uzi byssuna. Ok. Og silenced pistol. Já, þannig að það er fá að fylgja. Já. Okay. Og svo er það í rauninni, sko, já, ég held að það sé svona mest megnis af breytingunum, en annað sem að mun koma til með að setja svolítið svipinn á kvöldið er sko hvernig þú verður út loot. Já. Núna er sko, það er ekki bara eitthvað 2 bosses, NPC bosses. Núna eru bara 10 staðir, eða þar sem að þú getur farið og framið hæst. Ok, já. Og þú veist, og hæstið er alveg, það tekur alveg tíma. Þú þarft alveg að, þú veist, að berjast við einhver waves af NPCs og svo þarf það að opna einhverja hvelfingu og þú þarf að henda einhverju þörmæti og ef þú þarf að taka lestina eða ræna einn af brinnvörðu bílunum þá þarf það að skjóta það á ferð og gera eitthvað svona þing. Ég veit ekkert hvernig það á eftir að spilast í competitive. Nei. Eru spilarar að fara að droppa og contesta, skiluru, eru við að fara að sjá meira bardaga off-spawn af því að fólk skiluru, það er svo mikið undir. Já, líka bara mikið að vera. Já. Rauninni, það getur verið annars huga, sko. Já. Skiluru.
og þú sérð fótsporin frá bottunum eins og þú sérð aðra fótspor hjá öðrum spilum. Þannig að þú veist, það er kannski 8 bottar í kringu þig, það eru bara fótspor um allt, þú bara tekur ekkert eftir að 2 af þeim eru bara alvöru spilum. Og allt í einu birtast bara 2 gæði við hliðina á þér og bara strauja þig. Þannig að þú veist, ég er svona, ég er mjög áhuga samur það hvernig það spilast í kvöld. Þessar nýju leiðir til þess að fá þessa hluti. Svo ertu búin að brjótast inn í kvölunguna og allt það. Þá ertu komið með, safnaði fullt af gulli og eitthvað, þú ert með einhverja NPC sem þú getur ráðið sem að láta þig fá ammo, að henda splassis á þig og eitthvað svona, þú veist. Hvort að við fáum að sjá mikið notað af því. Og svo síðast en ekki síst, að þá ertu með black market. þar sem þú getur farið og getur notað gullið þitt. Og þú getur líka notað svona dill pickle coins, eitthvað svona súrgúrkupeninga. En ég er samt ekki svo viss að það muni hafa mikil áhrif. Þú byrjar alltaf að leikja á 0 gulli, sko. Í komaðið þá byrjar alltaf að leikja á 0 gulli, sko. En hvelfingin gefur þau svo ógeðslega mikið. Já, þú meinar, ok. Að þú getur alveg farið og gert þessa hluti. Ok. Og svo þegar þú ferð á markaðinn, að þá fyrir þessa dill dollars, ég veit það, it's a big deal, þá getur þú fengið, sko, þú veist, legendary byssur og annað, og svo getur þú líka verið að kaupa fyrir gull. Þannig að, þú veist, erum við að fara að sjá fæta það að komast í black marketin til þess að klára loadoutið sitt, hvaða forgangsröðun er fólk að fara að setja á, mobilityð, erum við að fara að sjá, hlutverkaskipti innan liðsins, erum við að fara að sjá mikið af nýju vopnum notuð, erum við að fara að sjá eitthvað af þessu polskanner eða laserbyssunni eða eitthvað svoleiðis, finna sinnflutt, erum við að fara að sjá bardaga aðgang að black marketinu á einhverjum tímpúti, erum við að fara að sjá einhverja gæja að fela sig þar inni, skilur, reyna að sitja fyrir einhverjum. Ég bara, og svo sko ógeðslega mikið af þessu, þú veist, það er einhverja námur og eitthvað, þú veist, sem hún þarf að fara eftir einhver svona reilum inn í eitthvað fjall, þannig að það er hægt að fela sig og einhverju forðast bardaga þar. Þú veist, ég bara, þetta er það mikið af breytingum, það hratt, að ég veit sko ekkert hvað við erum að fara að sjá. Ég held að þetta sé bara allt of mikið, ég held að eins líka fyrir spilarana, þetta er ógeðslega mikið af upplýsingum að taka, sem er ákveðin hausverkur, sko. Þannig ég held í rauninni að fyrsti leikurinn, við erum ekki að sjá rosa mikið af því hvernig fólk ætla að spila til frambúðar. Heldur við erum að fara að sjá bara að spila að læra á leikinn líka. Já. Með okkur, sko. Þannig ég held að fyrsti leikur verður svolítið hægur. Og ég held líka að þú viljir ekkert endilega vera uppi á hæggrandurinu með... Ég held að metan sé núna að reyna að byggja á móti því, sko. Kannski. En ég allavega bara, þú veist, en hæggrátið gefur þess að svo geggjað vantage point fyrir snæperinn og annað, skilur, þú veist, ég bara hef aldrei staðið 10 mínútur fyrir fyrsta leik áður og ég hef ekki hugum. Ég veit bara ekkert hvað við erum að fara að sjá. Ég var til dæmis bara áðan bara eitthvað, það er ekkert gott mobility í þessu sísoni fyrir utan Shockwaves og Shockwaves eru ekki competitive að við höldum. Og þá var Finni í framlýstunum að segja við mig bara, sko strákarnir að ná að nota Sub-Zero hanskana bara þokkalega vel, skilur við. Og ég eitthvað, ok, en fyrir mér þá lúkkaðir eins og þessu algjör drasl. Þá bara, það verður að vera svona offensive rotation, þannig að þú ert að dassa inn í boxi hjá einhverjum og gera eitthvað. Erum við að fara að sjá mikið af því? Ég veit það ekki. Hvernig ætlar það bara að komast ef að hringurinn bara shiftar lengst í burtu frá þér? Hvernig ætlar það bara að komast? Ég held að það sé líka bara vesen ef þú getur ekki cancelað shiftinu, sko. Já. Þá ert í bobba ef þú ert alltaf komin inn í kassa hjá einhverjum og ég er bara í sjokki. Þú veist, eina sem ég veit er að núna spila ég mest vegna Zero Builds og ég er búin að spila svolítið Zero Builds. By the way, 7 dubs á síðustu 5 dögum, sko. Maður er búin að raða þeim inn, sko. En ég er bara endgameið akkurat núna er bara allir á bílum. Þú veist, af því að það er bara lítið af movement, mobility, ógeðslega sterkum vopnum sem þú getur basically bara, þú veist, hoppað út gluggan á bílnum og verið bara að blasta eitthvað með einhverju laserfallbyssu og eitthvað og ógeðslega rugglandi líka að vera skotin af þessari laserfallbyssu af því að þú byrjar alltaf bara að taka damage og veist ekkert hvað er í gangi, sko. Ok. Þú veist, af því að segjum að gæinn sprengi þengið fyrir aftan þig, þú veist að laserinn er fyrir aftan þig og sprengingin verður þar. Þá færðu sko damage notification eins og gæinn hafi skotið þig aftan frá. Af því að sprengingin sprakk fyrir aftan og tókst skaðan frá þeirri átt. Þú hefur ekki hugmynd hvar gæinn er. Þú ert bara eitthvað, bara hvað er í gangi, sko. Þannig að þú veist, eins og ég segi, bara... En veitum við hvort að bílarnir séu í competitive?
Við höfum séð það Við áður. höfum séð það einu sinni. Já. En ekki, þeir eru ekki notaður ungmennamótinu, þannig að þú veist, ég veit það ekki. Við ef þeir eru við bílinn og við fáum aftur að sjá Kristó bara voltast. Já. Og mögulega meira af því að allt í einu fara að sjá bara fullt af Kia Ceetum út allt frekar en þeirra bygginga. Það eru vissulega, það eru sko brinnvarðir bílar sem eru nýir. Tengt þessu. Þeir gætu verið einu bílarnir sem eru í leiknum. Þú veist, ef að venjulegu bílarnir eru ekki, þá gæti þetta verið 4 stykki eða eitthvað svoleiðis, skilur. Já. Þannig að það gæti alveg verið einhver barátta það að vera að voltast í þessu núna eða ekki, sko. Ég bara... Við þurfum að fá þá til þess að byrja oftar, heldur einhverjum að borða til þess að halla löppinu og eitthvað, geggja. Þeir eru flottir, sko, ánægði með það. Þeir voru líka mjög spenntir, sko. Ég sá það. Hlakka til að sýna þeim þetta. En já, þú veist, ég bara, eins og ég segi, þú veist, það er minni mobility, það er meira af vopnum til þess að pikka, POIs eru allir búin að breytast, þannig að hvar er fólk að lenda, það að fara að hristast eitthvað upp í því. Við erum komið með, þú veist, nýtt resource-kerfi, miklu meira reliant á gull. En erum við ekki líka minna í mobility og þetta er stærra mappið, ekki? Jú. Það er töluvert. Þetta er það. Þannig að stækkuðu mappið og minnkuðu mobility. Já. Einmitt. Og þannig að þú veist, ég er mjög spenntur. Við getum sagt það. Ég er allavega mjög spenntur fyrir því að sjá hvað við fáum frá þessum spilurum í kvöld. Þeir allir búnir að, þú veist, stratta þetta. Ég sá FH-skipið í Toilet, Þorri, hann var að hita upp, þú veist, hann var alveg með þetta, hann er búin að spila þetta og allt það. Og þegar við fáum hinn Aron, þá getum við smakka nammið, þannig að við þurfum að bíða eftir honum. Já. Hann er fullt af tölvum en þess að leika sér í, hann er eitthvað tímdur og það sjá hann aldrei aftur. Það er svolítið þannig. Já. En sem sagt, já, þetta verður bara eitthvað. Og svo náttúrulega ofan á þetta erum við með dýnamíkina, þú veist, ef við fáum kannski stigatöfluna upp aðeins aftur, bara svona til þess að vísa aðeins í hana. 36 stiga munur frá þriðja sæti upp í annað, 6 stiga munur þarna milli fyrstu tveggja, þannig að við vitum alveg hvar baráttan er að fara að vera. Þetta nýja season setur klárlega ákveðna pressu á Dennis 13, Kristó og fleiri til að mæta til leiks og ekki missa eitthvað frá sér núna. En það gefur sömuleiðis pressu á þá að missa eitthvað frá sér og hína til að ná þeim, sko. Já. Og eins bara fullkomið tækifæri fyrir Kristó, Gabba og Sigmar til þess að vinna sig upp og reyna að nýta kannski þá mögulega einhverja veikleika sem hafa myndast í hinum liðunum. Nákvæmlega. Þannig að það verður gaman að sjá það. Og líka bara minn maður Gunnar í hérna í 5. sæti. Ég er í hættu. Þeir eru í 5. sæti. Ég er í stórhættu. Já, þú ert í stórhættu, sko. Ég er líka bara að horfa, skiljum við, Markus, Tíu Stöffi, Sjax, Fjölnisliðið. Við erum bara að sjá svo geggjað mikið af góðum tríós. Já. Að það er bara ekkert eðlilega flott. En heyrðu, við komum aftur í settið og við ætlum að smakka smá nammi. Þannig að Aron Hrafn, ég fæ þig til að vera inn í miðjunni með bróðinum. Án þess að detta af kollinuðinum. Hann getur ekki lofað. Herru, nú ætlum við að opna þetta hérna. Ég ætla að kveika hérna á þessum mikrofónu og ég ætla að halda á honum svo þið séu ekki óvart að anda í hann og eitthvað svona. En segðu mér hérna, strákar, þið eru búin að vera að hjálpa mér heima að smakka lúkalúknamið. Já. Hvað er besta namið sem þið hafið smakkað heima? Lúkalúknamið mitt besta sem ég hef smakkað er basically, það er sushið. Sushið? Mitt er sushi og hamborgarinn. Og hamborgarinn, ok. Herri, ég ætla að halda á þessu. Já, halda bara alveg kjur. Ok, þá ætla ég að opna þetta hérna. Yep. Og við ætlum allir að fá okkur eina svona rönd. Ein fyrir þig. Ég þarf að prófa 2 í einu líka, það er haxið mitt, sko, þannig að við þurfum að prófa bæði. Smakkið þetta, hvernig finnst ykkur? Mér er þetta mjög gott. Er þetta súrt á hann? Þetta er ekkert eðlilega súrt, sko. Nammi. Þetta er súrt en gott.
Hvernig finnst þér þetta, Aron? Mjög gott. Hvernig finnst þér þetta? Gekja en allt og súrt. Allt og súrt. Ég pröfaði að Brjóta saman. brjóta saman og svo tók ég einu en það er full mikið sko. Ég ætla að taka fjórar. Það er 4 lög. Og maður sjá, horfði í myndaðina svo sjá svipinn. Já, þetta er smá súrt. Herðu, en núna er komið að því, strákar. Það er stutt í næsta leik. Það eru 3,5 mínúta þannig að næsti leikur byrjar. Það er ekki að smakka 2 í einu. Viltu smakka 2 í einu? Já. Vá, það er greinilega. Það eru vísindin. Það er verið að halda okkur við efnið. 2 í einu, gjörðu svo vel. 2 í einu, 2 í einu. Og ég að smakka líka 2 í einu. Pabbi, þetta ég ætla að fá mér. Og svo, tilbúinir. Vá, Aron. Herðu. Wow. Þetta var gott. Það í einu. Ég bið fyrir ykkur. Já. Ég geta það bara víst. Ég geta það líka. Ok. Hvað er saman? Já. Finnst það ekki súrt? Ekki og býtu saman. Herðu, strákar. Núna er komið að stóru stundinni. Byrjum á Aroni Fannari. Engun, 1/10. Ég bjóst ekki við það svona súrt. Ekki aftur. Ég veist þessi heiðarlega góð. 7. 7, ok. Aron Hrafn. Engun á byrjunum 1/10. 10 er best og 1 er verst. 9. 9. Ó, þeim finnst þetta gott. Ég segir svona 10. 10? Er það bara besta nammi í heiminum? 100. 100! Vá, ok. Og Steinar? Þetta er mjög gott nammi en ég vissi ekki að þetta væri súrt. En ef þú brýtur þetta saman þá finnur ekki neitt súrt. Ok. Og þá segi ég, ef það væri hægt þá myndi ég segja 1000 en nú er það bara 10. 10? Þetta er bara 10 af 10. 10 af 10 möguleikum. Ha? Hvað finnst þið þetta súrt? Hvað finnst þér þetta súrt? 0. 0? En núna held ég að gesta lýsararnar okkar séu að plata okkur. Herði, ég ætla að gefa minn úrskurð. Þetta nammi, regnboga strimlarnir frá Lukalúk. Ég ætla að vera sammála ykkur öllum. Það stendur hérna multi-fruit flavor. Þannig að ég held að þetta væri ekki súrt. Nei. Ég bjóst ekki við að þetta væri svona súrt. Ég tók fyrsta bitan og þá var þetta vissulega mjög súrt. Veistu hvað þetta var eins og? Rauðu strimlarnir. Og ef þið eru búin að fylgjast með nammi hotni Óla hérna frá upphæðu þá vitið þið það að rauðu strimlarnir eru bestir. Þeir fengu 9,5 hjá mér síðast. Það gefa þess að 9 af því að þeir koma ekki sko klæddir til dyrana eins og þeir eru. Já. Þeir blekkja mann. Þannig að maður kannski maður er að kaupa þetta og býst ekki við að þetta sé svona súrt. Það dregur 0,5 frá af því að hitt heitir sour strips. Þá veit maður hvað maður er að kaupa. Já. En ég ætla að gefa þessu 9 af 10 af því að þetta er ekkert eðlilega gott. Já. Það er bara þannig. En strákar, hvernig er framleiðslu teymið okkar? Eru allir tilbúinir að fara inn í leik? Já. Já, herðu, má ég þá fá ykkur 2 til þess að segja hérna í sameiningu. Við skulum henda okkur inn í fyrsta leik kvöldsins akkurat núna. Segja það saman. Við skulum að henda okkur inn í fyrsta leik núna. Heyrðu þið? Það var að hlýða. Þarna erum við á leiðin inn í leikinn. Já, hvítur skjárinn er mættur. Jæja, og þá erum við komin inn í leikinn. Rútan var rétt að fara af stað í þessum töluðu orðum og leikur 1 í umferð 3 hér í Elko-deildinni farin af stað.
Frábærir gestir hérna í settinu. Alltaf ég vil nú meina það, ég sé ekki hlutlaus þegar ég kalla á frábæra sko, en það er börnin mín. Ég skal gera það. Já. Þeir eru það. Já, þarna erum við. En núna er ég ekkert hlutlaus sko, þetta er annar Aron. Það er rétt. Það er erfitt. Mér finnst að hann sett á sig tattoo áður en hann kom hérna til þess að vera eins og þú. Sem var ekkert eðlilega krútlegt, en við förum hérna og þar er Brexit 200 ásamt Manchester United Fylkir Rúnar og Manchester United Jónas. Þetta er tablið. Sé það bara strax. Hefur verið erfitt uppdráttar hjá Manchester allavega. Fylkir líka. Og í fótboltanum. Fylkir, já. Herðu, Kristó tekur úr Dennis og Gamba! Nei! Ha? Bíddu, hvað er að gerast? Kristó er ennþá á lífi, en Dennis 13 er fallinn. Sigmar er komið með fleiri fellur en það líka. Þetta getur verið risastórt ef við finna hérna tvo sko. Já, þú veist, mér sýnist bara, er Dr. Hákon bara einhvers vegar eitt síns liðs? Hvar er restina af liðinu? Já. Hvar er Kristó? Bíddu, ég skil ekki upp niður niður. neitt. Lentu þér á sikkurum staðnum? Nei, Dr. Hákon, hann er að fara að ressa. Kristó er fallinn. Kristó er fallinn líka. Kristó er að taka hann út. Einmitt. Það hlýtur þá að vera að Dr. Hákon, af því að núna er hægt að kaupa kortin, þarft ekki að sækja. Þannig að hlýtur að vera að Dr. Hákon hafi lent einn í Mast Meadows og Kristó og Dennis reyndu að lenda ofan á Kristó, Sigmar og Gabba. Mér finnst það ekki ólíklega sko. Til þess að taka bardaðan snemma og svo kaupir hann þá 2 inn og þeir klára að lúta Mast Meadows. Þetta er 200 IQ play! Já. Oh my god! En núna líka geta þeir komið aftur að við vita þeir nákvæmlega hvað þeir eru. Vá! Nei sko, sorry, en ég er í sjokki. Þetta gæti að spila mótið ekki leikir. Herru, já, og svo náttúrulega glimti ég að tala um það að Burst Assault Rifle er komin aftur. Já, Hann er náttúrulega, sko, next level insane. Hann er laser. Hann er geggjaður. Tala nú ekki Mythic útgáfan í höndum á þessum spilurum. Þú hefur ekki nema bara hálfa sekundu og þá ertu fallin. Þarna var laser kanonan greinilega ekki að fá mikið forgang hérna hjá Big Sneege. En þeir eru að deila hérna Crime City. Hversu geggjað. Þeir voru vissilega í þessum slag líka, þannig að Kristó og Sigmar eru þarna. Já. Og býtu, núna er Theo Stuffy, hann er náttúrulega niður Tonka. Við sáum það að liðsfélagi Theo Stuffy, hann var fallinn. Það er allt í gangi þar. June Ara, Helgi Rafael og Broddbreki eru þarna í Shoguns Solitude ásamt öðru liði. Sem ég sé nú ekki hverjir eru, en sem komið getur verið líka bara NPCs. Já, þeir eru bara bóttar. Hvaða sögu er Helgi Rafael með? Þetta er ekki sög, þetta er laserbyssan. Þetta er laserbyssan? Já. Þetta er nefnilega, þetta er, og já, svo er þetta mist grenade. Það býr til svona bara stórt ský af reyk sem að hílar mjög hratt. Þetta er geggjað til að spinta og svona ressa. Já. Þá getur þú bara að kasta þessu og byrja strax að taka. Blopp líka? Nei. Og byrja bara strax að drekka minis og svona. En hérna sjáum við loadout. Hafnaboltakilvan sem að liðið er að spretta hraðar eins og við sjáum þarna og hoppa aðeins hærra á svona. Mammoth pistol fyrir long range og svo bara autosökur fyrir close range. En er þetta ekki bara líka það sem við erum bara búin að finna? Það var alltaf fjall á hann. Það virðist allavega að, sérðu þig, sko... Hann heldur Mammoth-pistolið. Já, hann sleppir med-grenatinu, þú veist að hann vill vera með Mammoth-pistolið. Væntanlega til þess að reyna að ná einhverjum pikum, sérðu mig. Það er líka, hún er 197 í haus. Já, hún er bara, hún er held í 100... Þetta bláa sé sko 150 eitthvað. Sem ég samt sem það er mikið, sko. Já, eða 136, ég man það ekki, ég skaut eitthvað til hausin á hann, en ég er bara, búin að gleyma því. Flex. Hérna sér Dennis og er að merkja. Og sjáu þið, þeir eru að lúpa aftur inn. Eru þeir aftur að fara að nýta tíman á meðan að Dr. Hákon er bara með hérna uncontested stað. Það hlýtur bara að vera. Ætlar hann þá bara að fara aftur inn og reyna aftur og aftur og aftur. Af hverju ekki? Já, og kannski spá af hverju hann er að mæla hann hratt. Hann er með gull splashes. Það lætur þér hlaupa hraðar og hérna
mæna hraðar, eða svona brjóta hraðar. Taco Lexi fellur hann á móti Mythic. Erum við að lýsa Fortnite? Ég að segja. Núna er hann að hérna opna sem sagt voltið. Já, það vita bara allir. Já, þeir eru bara merktir á mappinu, þegar ekki? Já, þú veist, þegar það er búið að hérna opna þetta þá verður merki svona rautt á mínimapinu. Þá vita allir hvað er búið að gerast. Og þú sér þarna, það er svona blátt merkið þarna svona eins og TNT stautar. Það er þetta Thermite sem er þarna í slottu nr. 2 hérna hjá iCrystal. Það er eitthvað sem þú getur notað til þess að opna svona fyrir þig. En sjáðu, iCrystal, Sigmar og Gabbi, þeir eru farnir út úr þessu POI, mögulega búast við því að Denas og Kristó myndir reyna aftur. Já, af hverju myndir ekki reyna aftur? Það fínt að þessu bara farnir, þeirra vegna. En þetta er sko, ef þú getur fundið 6 svona gullsplash í trios, þetta er það besta sem þú getur verið með af híli. Og þú sér það hana, Halli Bliki, hann er búinn að sanka að sér 4. Þú sér allt gullið. Þú varst að tala um hérna, maður fær bara gull inn í leiknum. Halli Bliki nennir ekki svona að farma meira á þessu gull. Þeir eru búin að ræna lestina hérna, þannig að núna er hún bara stopp þarna. Og það er alveg alvöru prósess að ræna þessa lest. Eru Auði Blö? Já. Þeir eru að spila framlifist og Auði Blö er bara mættur. Það verður einhver tekin í þessum leik. Já. Erum við nokkuð að leiðin í einhvern þátt eða? Ha? Erum við nokkuð að leiðin í einhvern þátt eða? Nei, ég veit ekki. Það væri nú svo gaman. Já. En sko, myndi ég segja svona þokkalega hæg byrjun, þrátt fyrir það að hún hafi byrjað samt hratt, eða skilur við, þú veist, það er bara búið að resta svo marga aftur. Ég held að það sé alveg búið að... Ég held að við bara sjáum ekkert tríó falla ef að hérna... Nökkvi, Ívisri, Helgi Rafael, Brjátbryggi og June Ara bara búin að stilla þarna upp 3 leikmenn starandi á hann og að reyna að leysa hann og þá er það þá Nökkvi, Auði Blö og Kári sem þurfa að ákveða hvernig þeir ætla að tekla þetta. Við veitum náttúrulega hvað Jókerinn myndi gera, bara brenna þetta allt niður, en spurning hvort að Nökkvi geti leikið það eftir. Ég er að fatta núna hvað ég áttu við með Auði Blö. Ég var tekinn. Ég fór leitin í sal, sko. Já. Nei, á nú ekki það. En við sjáum að June Ara var þarna einn eftir, nei, Brjátbryggi var þarna einn eftir, liðið hans fór og færði sig. En það er ekki verið að taka reyna séns að bara forðast bardagann og koma sér inn í hring. Við erum að sjá svolítið mikið af þessum medmist greinum. Enda náttúrulega bara aftur allt sem það gefur sko mörgum híl á sama tíma. Verðmætara heldur en það er oft áður. Nei, mér hvað, fer þetta með því alveg upp í 100, alla? Já. Það var bara 300 HP, bara í vasanum, sko. Og þetta endist alveg lengi, sko. Ok. Þú veist, þetta er alveg bara 20 sekúndur eða eitthvað. Og reykurinn er það þykkur og þú getur notað þetta eins og reyksprengju. Já, ok, já. Það er erfitt að sjá þig á meðan þú ert í þessu. Þannig að ég sé alveg sko góð rök fyrir því að nota þetta og kannski engin skortur á hérna svona góðum opsjónum til að híla í þessum patchi. Það eru minis, það eru big pots, þú ert með hérna splashes, þú ert með medmist greinuna, þú ert með sprætana, sjáum hérna Sig Xiao, hann fellur, Brimir er núna komið með leikmenn á boxi hjá sér. Það er Big Sneech, Gjart komin inn í boxið og það er bara F.A. Þorri sem er eftirlifandi af þessu skoti. Og miðað við það að þessi hægt að kaupa fólk inn og bara kaupa kortin og býst ég fastlega við því að hann sé einfallega að fara í það mission akkurat núna. Veitu við kostnaðið á því? Ég held að það sé bara 1 gold bar eða eitthvað. Einmitt, þannig að þetta er bara frýtt basically. Já, það ætti að vera hérna búðakassi þarna inni með smá gulli sem að Þorri getur tekið ef hann er ekki með neitt gull. Já, hann getur rassað á 370 sinnum. Já. Þannig að Við vorum nú að verða nú ekki til þess. Falcon MC, það er Emil, Elko-deildin Emil, Falcon Emil, App Store Lester og Gunsi B. Þetta skot, þeir eru með annað lið sem er að horfa á sig og það er FH Stuffy, Marxius og Sjax 49 sem heitir Natius núna.
Kvinsistíði bara með Já, það er bara að yfir fylgjast með þessu stíðina. bara. Já. En einhver skot vinstra megin við hann heyri ég líka. Þannig að spurning hverju þeir að leita að. Sko þetta verður svo mikið kaos í endgameinu og ég bara veit ekki hvað við erum að fara að horfa á með þessi nýju vopn. En eins og ég held að þeir séu bara jafn mikið að læra og við, sko. Já, Kannski mögulega. ekki alveg jafn mikið, en vissulega þeir eru að læra elskotildina með þessu nýju patsi jafn mikið og við. June Ara er að taka út Six Já aftur og Brimir líka fallinn aftur. Það er iCrystal. Þannig að væntanlega bara eru á ressinu. Það líður að því að iCrystal þeir eru núna bara 3 fellum frá því að jafna. Þetta er ekki lið sem að þú vilt. Já, iCrystal þeir eru örugglega bara búin að jafna bara á fellum. Já. Akkurat núna. Þeir eru bara að farma. Ennþá 0-0 hérna hjá Deinar Kristó og Dr. Hákon. Sigmar 27 tekur út Brján Breka. Og ég held að með þessu þá séum við bara með, já, June Ari, en leið að hann er fallinn þá verðum við bara jafna stigum held ég. Já, June Ara, Helgi Rafael líka fallinn. Þannig að þau eru alvöruleik, eða það liðir alvöruleik. Lestir og Emil líka. Já, Emil og Lestir báði fallnir. Six Já að deyja aftur. Hvað er að gera? Skiltu, Væntanlega sko úr fall damage eða eitthvað. Já. Hann hefur klárast. Já, sjáðu, það er ekkert að frétta þetta alveg hægra meginn á mappinu. Það er bara tómt. Mjög góðs viti fyrir þá sem taka djúpt rotate. En við sjáum líka að við erum í zone 4 núna, það er bara 2-3 og fallin sko. Það eru bara 2-3 og fallin. Það eru 32 leikmenn ennþá eftir hérna. Og eins og segir, bara virðist vera að leikmenn séu svolítið að svona finna út bara hvernig á að spila í þessu nýja leik. Eyjan hérna með Shogun bossin er ennþá. Hún birtist ennþá. Við sjáum mikið iCrystal-félag þar. Jú, ég myndi gera það fyrir því. Þú sér hvað er mikið af þessum sprites líka, þeir eru svolítið út allt. En Fjölnir Steini 23 hérna að leita að einhverjum pikkum á Master United Jónas. Ákvaða að skjóta ekki með mammutpistolunni. Annar liðsfélagi hann sem að tók þarna skot. Spurning hvort að það hafi verið eitthvað samskiptaleysi. Já, það er svona áhugaverð hérna ákvörðun að breyta samt yfir í börstinn og skjóta svo. Já. Þegar þó að við félagina hafi tekið skotið, þá er þetta mögulega bara fellaði mammut. Það er nefnilega þannig. Og hérna sjáum við Chuck-Chuckið líka svona til þess að bæta í flóruna af góðum healing hlutum. Ég held að við komum ekki til með svo mikið hann sko. Sko, ég myndi segja það sem að Kristó var með þarna í lótatinu sinu er örugglega besta lótatið í keppnistíma. Brimir, já, hann er komin aftur inn. Já, ég þeir bara. Brimir í einhverju bullandi vesni hérna. Þorri bara lifandi allan tíman. Þá þarf maður líka bara, þegar maður kemur aftur inn í leikinn á þessu tímbúti, þá þarf maður bara að byrja upp á nýtt. Þú veist þetta að farma eins og ég veit ekki hvað. Já, það er bara þar að ná öll builds aftur og förum hérna yfir á Gnar. Lexi, hann er búinn að falla áður í þessum leik. Gnar líka. Gnar líka. Það er bara allir með mörg líf. Já, kettir. Það er bara svona þannig. Vito hérna fellur á móti Gjart Kid X 2011. Böööö. Þvílíkt nafn, maður. Þorri hérna fylla á viðinn hjá sér og það er bara frekar hægt við leik. Það er bara allir svona, bara haldið róleg og sér þarna eiginlega öll tríóin. Ég fann bara ákveðin bara innri frið. Já. Og bara, þú sér þarna appelsínugula, bláa liðið fyrir ofan þá og hvíta liðið þarna alveg út á hægri endanum í hringnum. Það er bara eitt og sér. Þetta er bara besta staðsningin sem þú finnur. Já, það eru komin 19 fellur í leiknum en það eru bara 2 liðið dotinu. Já, það eru 10 leikmenn sem eru fallinir enn sem komið þannig að það er búið að... En það sér núna var 2 viðbútt að koma sko. Já, það er búið að endur líka meir en helmingin af þeim sem hafa fallið. En við náttúrulega sko
til þess að þú vinnir leik eftir að þú mistir kannski báða liðsfélagina og þarft að ná þeim aftur inn í leikin, að þá þarftu að ná fellum, þarft að ná einhverjum refreshum, þú þarft að, þú veist, þetta hefur alveg áhrif út leik. Þið fer minkandi líkunaðinnar með hverju fellu, sko. Já. Já, þetta samt bara, það er enginn. Nei, 34, 42 eftir hérna, þannig að hver veit, kannski sjáum við bætast enn við töluna og við erum að horfa á sko, Zone 5 fara að lokast hérna eftir 9 sekundur og þetta stefnir í eitthvað alrugglaðasta endgame, sérstaklega það sem við erum núna með staðfestingu á því að það eru ekki shockwaves. Viss þarna hoppar niður bara, stoppar ekki, hann rampar bara boxið hjá þeim. Hann bara pískutrólar, engin ótti hérna í Wish og við höfum séð þetta frá honum oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Hann fer óhræddur inn í þessa bardaga og núna er hann einhvern veginn bara að koma sér inn í boxið hjá Nökkva en á sama tíma halda Kára föstum. Þvílíkt vel spilað þarna hjá Wish. Og þá er Kári að reyna að koma sér undan, hann hleypur í burtu en það er ekkert mobility, þetta er ekki eins og í síðasta patsi þar sem þú skýtur bara einhverju grímuskot einhvern út í raskat og teleportar í burtu. Nú þarf að hafa fyrir þessu og Kári fellur hérna. Ég tek því nú reynda fagnandi að sleppa alltaf eldingaleiki, sko. Það er mjög skemmtilegir. Varstu það? Já. Ég er þar. En Auti Blöð, hann er bara ennþá að horfa í földumyndaðilna. Hérna sjáum við Vulture Mythic. Mythic er með Mythic hérna pistol, Mammoth pistol. Þessi er með 2 kúlur. Hann er líka með Mythic. Í hildi. Prest. Já, líka með Mythic hérna pistolið. Mjög áhugavert. Og Það er bara að volkjura Mythic-vopnin. já, og pumpu. Og þetta eru Brynvörnir bílarnir, þannig að þeir eru greinilega Þeir eru hana, já. í leiknum. Okay. Þannig að það er ekkert margir bílar. Þú veist, þetta gæti verið, geta þeir ekki örugglega keyrt? En þú veist, ef það geta keyrt hann, þá er þetta bara topp 3 hlutir sem þú ætti að tryggja fyrir liðið þér í hverjum leik. Sennilega númer, já. Þriðja tríó er fallið. Já, 28 Eftir leikir 25 fellur. Já, eftir 25 fellur. Denas 13 hérna með felluna á fylgir Rúnar. Og Brexi og Jónas náttúrulega koma sér undan eins hratt að þeir geta. Þetta er ekki uppskrift á góðu gengi að vera Man United fylgir, sko. Sko ég er að Vissulega í þeirra afhjörna heimunum. Jónas fallin líka, Brexi, hann þarf bara að bíða. Og ég veit að það er ömurlegt að bíða þarna, þú veist. Það er lítið annað fyrir það að gera. Já, hann þarf eiginlega bara að fara hana niður og ná í Jónas. En þeir gæti verið í bullandi vesinni þegar þessi hringur klára síðan loksins að lokast. Halli Bliki hérna að ná vopnum sínum aftur. Hann hefur verið tekinn langt niður. En mér sýnist þess að greinubjösa ekki vera í leiknum. Nei, mér sýnist hún ekki vera í kompetið. Ég held að tökum þínum bara fagnandi, sko. Þetta er full mikið. Já, ég held það sko. Hún er svolítið líkur. Ellu lið hér eftir og núna fáum við held ég að sjá fyrsta stóra hasari. Já, þú getur kert bíl. Keyrt þennan bíl. Það verður einhver að fara, öll lið sem ætla að vinna verður að fara að ná eina bíl. Það er bara þannig. Brexi og Brimir, þeir eru að falla í storminum hérna. Gjatkit að klára Nökkva. Og þarna sjáum við, hann er með sem er 2850 í líf. Þetta er rauninu að vera bara auka 3000 HP sem við tekum með inn í endgame. Þetta er bara skriðdring. Það er bara þannig. Hvernig er hann með builds, veistu það? Ég veit og keyrir inn í. Hann brýtur eitthvað sko. Sjáðu hvað þetta svona er lítið.
Ætti slagurinn í byrjun hafi þá ekki verið þennan bíl. Hlýtur bara að vera. Gæti verið. Hann að brjóta. Það er verið að krakka þarna. Sjáðu, þeir eru að reyna að tímasetja, tímasetja mammútpistólskotin þegar að vekkurinn brotnar. Við vorum að spá í því hvort að leikmenn myndu eyða slotti í launchpad, svarið er greinilega já. Ég sló að gera það. Sérstaklega þeir sem að held ég ætla sér high ground. Og ég held líka að þetta virkar líka í tríós, þá kannski tímur einu slotti hjá liðsfélaga, sko. Já. Bæði liði öðru og hæ Kristó, hann er einfallega fallinn og þá byrjar pushið. Það kemur niður 1 gold splash til þess að hraða þeim hérna áfram og það er öll pressan sett hér, þeir sjá nafnið og þannig laserinn sem er að sprengja allt og ekkert. Kristó droppar hérna neðar og ætlar ekki að leyfa þeim að komast í burtu með því að droppa sér niður. En þá eru önnur lið sem verður að blanda sér í leikinn. Það er mikið undir milli þessara tveggja liða hér. Það er ástæðan fyrir því að Kristó, Dr. Hákon og Denas eru algjörlega ekki að spara árásarskiptina hérna. Þeir verða og vilja ná þessu liði út úr leiknum. Ég held að leið og ég sáu bara Kristó nokka, ég hef bara aldrei verið af svangir á ævi sinni, sko. Bara nákvæmlega það sem gerist. Og veit ekki hvort þeir sé að ná einhverju meiru Mythic hérna að reyna að koma sér í burtu. Dagur, Halli Flík, er allir að rótita þarna inn. Þeir finna Kristó, Kristó er fallinn, Denas er krakkaður. Dr. Hákon, við fara hérna upp og finna sér skjól einhvers staðar á high groundinu. Þurfum að væntanlega að spila restina af þessum leik án Kristó. En það gæti verið dýr. Mistu líka nokkuð bara. Já, en þeir náðu bara... Nei, Kristó er ennþá lífandi! Hvernig? Ég veit ekki hvernig. Getur einhver sagt hvað skeiði það? Nei, það getur enginn sagt þér hvernig Kristó er ennþá á lífi. Með alla þessa pressu, þá einhvern veginn náðu þeir að finna eitthvað rými til þess að resta hann aftur. Og við sjáum zónið þrengjast ennþá meira. Það eru 22 leikmenn eftir í þessu litla zóni, dömur og herrar. Við erum í fjallshlíð, þetta er mikið upp og niður. Það er allir nágrannar allra akkurat núna og það er 1 skref sem að skilur á milli sigurs eða glötunar. Steini 23 að falla, KHK að falla, Stöffi að falla. Sigmar tekur hérna einhvern skaða, en hvar er hann? Ég væri til að sjá smá yfirmynd núna bara til að sjá hvort einhvern veginn náð high groundinu. Vegna þess að þessi slagur í byrjun hafi orðið þess að hann náði honum enginn. Já, ég held að Denas og Dr. Hákon séu með high groundið eins og er. En núna færist zónið, allir þurfa að hreyfa sig. Dagur, Mythic og Halli Flík er á frábærum stað hérna framarlega í þessu rótiti. Sérðu hvað þetta er allt miklu erfiðara, Aron, að færa sig þarna á milli og sjáu þetta, það er bara opna göng og það er bara einhvern veginn hinum megin við vegginn. Og einhvern veginn er Stöffi ennþá á lífi, hann á 38 líf, Natius hann á 7 líf og stormurinn er að fara að koma bak við á. Mythic ætlar að fara að skjóta niður high groundið en það er einhver sem byggir akkurat fyrir hann. Lester, hann er fallinn, hann virðist að bara dottið. Gunsi B fastur út í storminum, hangi bara í medmistinu. Sem er ákveðin taktík. Gunnar hérna að reyna að koma sér innar í hringinn en hann fær skot að ofan. Gunsi B fellur í storminum, þá fellur stað tríó út úr leiknum. Kristó finnur Bendik og Steffen, Gabbi klárar hann. Jónas, hann var nú fallinn langt fyrir utan storminn hérna áðan, hann reynir að komast eitthvað áleiðis en Markus, hann stoppar hann þar í spórunum. Við sýnist Viss og Gjatkit og Big Sneeze búin að ná hérna high groundinu ágætlega. Hvar eru Denas, 13 og Þeir mistu held ég færi þegar þeir fóru að rössa inn í Kristó og félaga og mistu náttúrulega líka hérna launchpadana sína með Kristó. Já. Sem er ansi erfitt og núna allt þetta lið hérna í storminu reyna að halda sér á lífi, þurfa að vinna sér aftur inn og berjast á við Halla Flika og Mythic. Nei! Hann einfallega á ekki bild svo fellur niður og þá er það tríó fallið úr leik. Denas 13 og Dr. Hákon ennþá á lífi hér, það eru 5 lið eftir, dömur og herrar, toppliðin 2 ennþá á lífi bæði 2. Finnum þarna
Legendary pumpu gæti skipt sköpum hérna. Þetta svo hættulegt, það þarf að brjóta svo mikið af builds og sjáum hvernig Denasdóttir Hákonur að reyna að staðsetja sig núna. Tekur á móti þeim. En það Marcus og Theo Stuffy sem að taka á móti þeim, að sitja fyrir þeim. Taka Denas út. Ækristó, Gabbi og Sigmar. Dr. Hákon fallinn, þetta dauðafæri fyrir Ækristó. Já, þetta bara risavaxið. Þeir eru búinir að taka fram úr þeim alveg 100% eftir þennan leik. Þeir eru að spila akkurat öfugt við það sem við sjáum venjulegast. Þeir eru ekki á high groundinu, núna eru þeir að spila ultimate low ground. En vita þeir af F.A. Stuffy þarna? Nei! F.A. Stuffy með þvílíkt skot á Gabba! Og Mythic tekur út Marcus. Ækristó samt svarar, F.A. Stuffy fallinn. Og það Gnar hérna fastur undir einhverju kóni, hann fallinn líka, það eru bara 2 lið eftir, 2 á 2, Mythic og Dagur á móti, Ækristó. Og Dagur, hann fellur, þeir skuta niður. Og það þá bara Mythic 1 á 2, Sigmar og Ækristó með fullt líf, fullan skjöld. Og meðan að Sigmar aðeins lægri, hvað getur Mythic gert hér? Við vitum hann góður spilari, hann hleður Mammoth-pistolið. Hann að leita að einhverjum fríum skotum, hann á 7 builds eftir, hann droppar niður á sama leið. Hann nær Sigmari! Sigmar, en það ekki nóg! Ækristó klárar þetta! Þvílíka skoti með pistólunum samt. Geggja! Þarna sjáum við það. Leikur númer 1 komin í sögubækurnar. Ækristó, Sigmar og Gabbi. Bera sigur úr bítum þar. Heldur betur. Komnir eru glifir. Bara 100%. Við vitum það bara út frá placement stígunum að munaði bara 6 stígum á liðunum inn í þessu leik. Þeir ætti að vera bæði með meiri fellur og betra placement í þessu leik. Og það þrátt fyrir það að við höfum séð bara eitt mest big brain strat sem ég bara hef séð að droppa bara hinum á mappinu og contesta droppið hjá liðinu sem voru að berjast á móti og svo bara resta ykkur staðar hinum einn. Þetta geggjað play og ég bara get ekki beðið eftir að sjá hvort við fáum meira af þessu í leik nr. 2. En svo vissulega urðu þeir kannski aðeins og svangir. Já. Þeir voru að keyra inn, þeir sáu örugglega bara nokkaðir Ækristó. Aldrei á svangir á ævi sinni og það held ég hafi orðið þeim að falli núna þessu leik. Bara hvernig lifir Ækristó þarna? Held ég aldrei Það eru einhver að senda með SMS hvernig þetta fór sko. Það eru 27 manns eða eitthvað inn í þessum og þeir ná honum tilbaka. Þannig eru 6 manns bara í einhverju kraðaki þarna. Það eru önnur lið að third partya. Þeir ná einhvern veginn að edita hann og færa hann niður og burtu og ressan sem tekur 10 sekúndur. Já, eða 5 hefur verið teirað í einu. Já, en vissulega 5 sekúndur. Þú hefur ekki halva sekúndu til að anda inn í þessu. Hvað þá að ressan og að ná hann híla sig alla leið upp og enda því að vinna leikinn. Þetta var algjörlega sturlað. En við skulum fara aðeins betur yfir þetta allt saman og smáatriðin úr leik 1 hérna eftir örstutt hlé. Þá fáum við líka hvernig stigin standa en það ljóst að þessi keppni er orðin æsi spennandi þannig að þið viljið ekki missa því, ekki fara langt. Við komum aftur eftir nokkra mínútur. Wait, is he switching lanes?
Já, verið velkomin aftur í Elko-deildina, það er mánudagskvöld og þá erum við hér og að sjálfsögðu með frábæra Fortnite hasar hérna og leikur númer 1 olli svo sannarlega ekki vonbrigðum, nóg að fólki eftir í lokasónunum og alvöru brekka að rótita á milli staða eins og við sáum núna, ekki lengur eitthvað grímu, teleport, hinga og þanga, heldur það þurfti svolítið að hafa fyrir hlutunum. Já. Við sáum það svolítið að það var verið að grípa spilara þegar þeir voru að hreyfa sig. Við sáum bardaga strax í byrjun á milli liðsins hjá iCrystal og liðsins hjá Denas. Ný strategía þar að lenda á andstæðingnum og vera að reboota þeir hinum megin á mappinu. Það var bara heill nýr heimur. Mér finnst þetta miklu skemmtilega þegar fólk þegar þetta er alvöru bras að rótita sko. Já. Allavega skemmtilega fyrir okkur hlutlausa. En ég gef þeim súsina mér sem sendur mig klipp á því hvað skeði til þess að iCrystal liðið það. Já, ég vil fá svona TikTok-vídeó eins og við fáum oft og bara rísa shoutout á það sem að gera TikTok-vídeóin. Það eru mjög margir sem sjá þessi TikTok-vídeó. Ég sá bara 840 likes eða eitthvað þegar við héldum að Denas væri dáin sko. Og það er bara alveg gott, þannig að endilega haldið því áfram, en ég væri til í að sjá það líka. Ég skil ekki ennþá hvernig það gerist. Ég er bara nægir ekki utan það. Það sem að mér fannst sko, eitt sem mér fannst einhvern veginn mjög svona öðruvísi tilfinning yfir leiknum núna heldur en það sem hefur verið, að mér fannst það vera bara einhvern veginn eiginlega ekkert að gerast, allt að gerast, bara, þú veist. Og ég veit ekki hvort að það hefur verið spilararnir svona spila sig svolítið varfærnislega, taka því rólega eftir patch, eða hvort að það hafi bara að fólk hafi þurft að vera svo fókusað á það hvernig það myndi komast inn í hring, hvernig það ætlaði að róta þetta, að það bara hafði ekki tíma til að spá í öðrum. Mögulega, ég held að það hafi verið meira líka af það, menn er að spila mjög competitive í allavega Elko-deildina í fyrsta skipti. Í á þessu sísoni, við sáum þetta gera síðast líka, það var svona learning curve og þetta er bara önnur learning að koma inn í deildina með þetta. Já. Þannig að vissulega held að fólk sé bara svolítið að lesa leikinn til að byrja með og svo lendur bara, mér finnst miklu skemmtir að horfa á það þegar miklu meira bras og brekka að rótita heldur en ekki sko. Já, við sáum ekki launchpadana nota það mikið. Nei. Þrátt fyrir það við höfum séð á í inventoríinu. Við sáum svolítið fjölbreytt vopnaval, við sáum geggjuð, mammutpistólskot og annað, en á sama tíma sáum við ekkert rosalega mikið af einhverjum tækifærum til þess að nota mammutpistólið eins og maður á að nota. Nei, sáum við reyndar mittignast í klippufell á Sigmar og Kristó meginni sko. Sem var náttúrulega klikkað, en kannski ekki staði sem þú ættir að vera að nota hana. Nei, 100% ekki. Eitthvað, já, ég er að droppa niður hérna í 1 og 2, ég ætla bara að haustan og leiðri niður sko. Þannig að ég er svona svolítið að bíða eftir að sjá, skilur við, eru að fara að sjá einhverja breytingu á svona metunni, skilur við, þú veist, í því hvaða vopn fólk er að velja. Og svo náttúrulega kannski stóra fréttin líka, það eru bílar, en það eru greinilega bara mjög fáir bílar. Já. Og þeir eru með 2850 líf, sem þýðir það að þetta er eins og að vera með bara skriðdrekka, sérstaklega inn í sko lokasónin. Við samt tókum það, sáum að taka svo ákvörðun að fara ekki með henni í lokasóni. Sem að mér finnst mjög áhuga. Já. Og þú veist, kannski er það bara eitthvað, kannski er maður of zero-build í haustum á sér og bara maður fattar ekki það að það sé bara óþægilega að keyra hann ef eitthvað er og er build út allt og kannski kemst ekkert endilega leiðarinnar. En mér finnst einhvern veginn... Kannski er hann beinskiptur og þeir eru ekki með próf á... Það er líka kötturinn. Já, það er eitthvað svo leiðis. En það var allan að ljóst að þetta nýja season er skemmtilegt, það var mikið að vera, við höfum eftir að sjá mjög fjölbreytta hluti held ég bara út þetta tímabil, við höfum 3 leiki eftir áður en við förum síðan yfir í squads og þarna eru við líka svolítið skilur lögum til að fá feedback hérna frá spilurum það hvaða format voru skemmtilegust. Sko núna held ég samt sem aður, svona í trufliði, að þetta season sé bara gert fyrir squad sko. Ekki sammála? Já og nei, mér finnst bara trios nóg. Já, ég er að segja það, en ég held að það sé bara tímapunkturinn á þessu seasoni núna og hvernig þetta er að þróa, hvernig við sáum í dag þá held ég að squads verði geggjað Ég held að squads verði geggjað, don't get me wrong. Það mun vera aðeins öðruvísi heldur. Ég hafði svolítið áhyggjur af því á síðasta seasoni, hvernig squads myndi verða á þessu þar. Ég bara elska trios, ég held að það sé stóra
stóra case á mér sko. Já, ég bara sammála því. dýrka tríós það er bara þannig Mér finnst ennþá skemmtilegt á formáti sko. en áður en við förum í að skoða stigatöfluna þá skulum við fá endursýningar hér úr leik númer 1 að því mér langar að draga spennuna aðeins við erum að horfa að skipta fórustusveiði hér þannig að við skulum leyfa því aðeins að lífa fáum endursýningarnar í gang og skoðum aðeins aksjónið svo fólk sem kannski var að stilla inn núna geti fylgst með og vita hvað við erum að tala 100%. Þetta er líka eina skiptið sem sá snæperinn bara í leiknum og það var í slottinu og honum var hann að fellur. Já, ég sá fleiri snæpera en samt ekki mjög marga og er áhugavert að snæperinn er sem sagt one shot í í build sem ekki í zero build. Já, það er þessi auka 50 skjöldur í zero build. Já, en hérna sjáu þið frábæran bardaga frá Wish. Hann gerði þetta svo vel, hann gaf Nökkva aldrei neitt séns til þess að svara fyrir sig almennilega. Elti síðan Kára hérna niður, það er góðu skoti á hann og Kári síðan kláraður af liðsfélaga. Þetta var skot. Já, og hérna var Denas nokkaður. Kristó tekur út Steffen. Jónas lenti þarna í smá vesinni, hann tekin út svona ansi þægilega, átti ekki mikið líf þarna og var fastur með storminn. Þetta eru mistök. Þetta eru stór mistök, hann bara kláraði bildið, hann bara tók ekki eftir því að þetta voru síðasta bildið og Viss og félagar hefðu geta gert bara undur stórmerki í þessum leik ef Viss hefði náða að lifa þarna. Og hérna sjáum við þegar að Stöffi og Markus bara sitja fyrir Denas. Velkomnir strákar. Rosalegt! Það er bara, þessi gildra. Geggjuð. Og svo að Gabbi, Sigmar og Kristó þarna, þeir ætla að fara að ná F á Stöffi, en sjáu þetta skot á Gabba! Og það tók líka bara smá tíma, ég held að F á Stöffi nái öðru skoti á... Ég líka tók ekki eftir því í beinni að það var flick. Jú, já, það var sick skot. Og ég verð að segja, sko, Theo Stöffi, hann er bara, þetta var gegn, koti á Mythic líka, maður. Ég ætla að kalla það, Theo Stöffi er bara á listanum mínum yfir, sko, spilara til þess að fylgjast með á, út þetta tímabil og næsta tímabil. Ég held að ef hann heldur áfram, frá því, sko, mér fannst hann koma inn sem góður spilari, en, ekki eitthvað svona rugglaður. Nei. Skilur við, ég horfði ekki á hann og var bara eitthvað, oh my god, þessi gæi. Núna líður mér þannig. Já. Bara, og Theo Stöffi, haltu áfram af því að það er bara upp til hægri. Og líka til þess að bæta ofan að hann er búinn að spila hérna inn í sal, sko. Já. Hann er ekkert búinn að spila á heimavelli, skilur við, bara við sína tölvu sem þægilegur. Bara, hann á mikið hrósið. En við skulum fá stígin upp og við skulum formlega komast að því hvernig leikar standa hérna eftir þennan leik og eins og við sjáum, það hefur orðið breyting á toppnum og guð minn góður, Aron Fannar, 23 fellur. 23 fellur í þessum leik. Einmitt. 23 fellur. Ég veit þetta ekki, á móti einni. Já, ég sá það, en þetta er eina svona einni fellu og það var, that's it. Og svo erum við með stigin, það er allt í hennu úr 6 stiga mun Denas 13, Dr. Hákon og Kristó í vil, að þá er komið 31 stiga forskot fyrir Kristó, Gabba og Sigmar. Og við sjáum líka sviftingar milli 3. og 4. sætis, Mythic, Halli Bliki og Dagur koma sér þar upp í 3. sæti, setja Tentacles strákana niður í 4. sætið, Markus, Jax og Theo Stöffi, þeir fara upp úr 5. sætinu og upp í það, fara upp í 5. sætið úr 7. sætinu ætla ég að segja. Við sjáum að hverjir er það sem detta svona mikið niður? Já, Lester, Emil og Gunsi, þeir fara úr 5. sætinu niður í 7. Fjölnistrákarnir, þeir falla niður 1 sæti líka. Já. Og restin er svona nokkuð stöðug, en ef við rýnum aðeins í svona stóra munin þarna, það eru þessi 31 stig frá fyrsta niður í annað og svo eru önnur 24 stig frá öðru sæti niður í 3. sæti og þar fyrir neðan 9 stiga munur. Þannig að efstu 4 liðin
geta ennþá unnið, sérstaklega ef við förum að sjá eitthvað svona shenanigans snemma í leiknum. Eitthvað svona látalæti sem við sáum áðan. Já, en að því sögðu þá held ég að við hérna í settinu séum bara nokkuð tilbúnir í næsta leik leið og framleiðslu teimið okkar gefur okkur græna ljósið á það. Þannig að ef við erum tilbúinir, okkur vantar ekki neitt. Nei. Mér langar bara að sjá meira af þessu sísoni hér í Elko-deildinni, þannig að við skulum henda okkur inn í leik 2. Það er leikur númer 6 hér af 8 og það fer alltaf skýrast hver verður tríós meistarinn. Leikur 2 fyrir í gang akkurat núna. Fórum beint á loading-skjáin. Það hefur verið logið af okkur. Nei, núna fáum við skemmtilegan hlut sem við fáum eiginlega aldrei. Já. Það er að sjá spilara hvernig þeir nýta tíman á eyjunni. Áður en þeir fara í rútuna, en rútan er þá farin að stað. Sjáum þetta fallega koncept, Battle Bus. Þú veist, pældu í því þegar þeir voru að búa til leikinn. Þeir voru bara svona, eigum við að koma inn með flugvél? Nei, það er allt og einfalt. Þyrla. Þyrla? Nei, það hefur verið gert áður. Hendum loftbelg á rútu. Heyrðu, já. Nafnið þinn, Fjölnir Aron. Yes. Fjölnir Rottapanda. Herði, já, Það er ekki panda búin að breyta nafninu. Þeir eru að fara í Fortress of Solitude. Heitir að vísu Shogun's Solitude, en 10 stig fyrir þá sem geta sagt mér í hvað Fortress of Solitude vísar. Er þetta ekki fyrir mig eitthvað á okkar aldrei? Já, bara, það er aðstæðurinn á Superman, sko. Já. Veistu, ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að við séum mjög heppnir og getum bara verið ánægðir með það að það sé ekki grenade launcherinn í. Jú. Ég hugsaði þetta svolítið og þegar við tölum þetta, Theo Stuffy, hann er bara alltaf á fullu, finnur June Ara í vesinni upp á einhverju hústaki, ásamt engin bild til þess að fylgja þessu eftir. Það er samt eins og June Ara hefur bara ekki brugðist við þessu. Nei, bara bjóst ekki við hann með það. Og hann er að reyna að staðfesta þessa fellu hér. Gerir það. Það er Gnar tekur Gabba. Gnar að taka Gabba. Og byrju, þá er aftur spurning, ætli þið séu eitthvað, þú veist, eru þeir að reyna núna líka að að berjast? Sjáðu Markus, hann á ekkert líf! Og þeir eru bara að keyra inn á Helga Rafael. Helgi Rafael nær af þessu fellunni, þannig að hann tryggir liðinu sínu stig. Ég hugsa að hann var lítið annað í búði hann að keyra inn í þetta, sko. Já, það bara var svolítið þannig. Það var svolítið þannig og þeir þurfa þá að koma liðsfélaga sínum aftur inn í leikinn, sem ætti nú ekki að vera mikið mál. Gnar í baráttunni. Það var Gnar sem að tók út Gabba. Kristó Sigmar eru ennþá lífandi þarna, en þau eru vissulega báðir í Seaport City. Mér sýnist Gnarsland vera bara einn hérna. Já. Getur það verið? Var hann bara einn og... Hvernig hann gennum glugga hafa? Það má ekki skilja eftir sentimetr fyrir þessa stráka hérna. En núna er ekki með neitt til þess að fara til liðsfélaga sína. Þannig að hann þarf að gera eitthvað glóríu hérna, þannig að það var líka... Já, það er bara eiginlega ómögulegt. Já. En eins og mér sýnist allavega, þá eru Lexi og Steffen ekki með honum. Þeir eru á öðrum stað, já. Þeir eru voru að ræna lestina. Við fengum ekki að sjá það, en þeir voru að ræna lestina. Þannig að þeir ætti að geta stoppað einhvers staðar og náða honum aftur inn. Þetta var í bakið ekki? Nei, þetta var Kári frá skjóta á honum. Kári. Steini og Steppi hér, bara í makinu sínum upp á þaki í þessum bardaga, leita eftir einhverjum tökum þannig
núna þurfa liðin samt að fara að hreyfa sig, þannig að já, þarna Lexían á Gnarafrinn. 38 leikmenn. Bara eitt tríó fallið, það var tríóið hjá Junara, Helga Rafael og Brjáni Breka, er það ekki? Þú veist alveg hvaðan referensi Brjótreiki er, eða ekki? Jú. Já. Var sem svo að hreinu. Þetta er eitt besti karakter sem ég veit um og KHK hérna leita að svona annari línu á þessa leikmenn, búast sennilega ekki við öðrum leikmanni í bak, en KHK ekki að finna neinn tækifæri til þess að taka bardaðan. Ætti að fá það núna. Sér að það nökkva, hittir samt ekki skotunum, tekur bara á hann smá skjöld og núna bara þarf hann sjálfur að fara að huga að því að halda sér öruggum. Takkaður þarna einu sinni gullsblössin, hjálpa til við það. Og þá er spurning hvort við sjáum ekki bara pushið koma inn, jú, Steini 23, hann er mættur, KHK er náttúrulega sko leiftur snöggur, bæði að brjóta og hlaupa með þetta buffinn í gangi og sér það að hann er bara hrættur að standa nú nála. Já. Af því hann er að gera þetta svo hratt. Droppar hérna niður og heldur áfram að brjóta nær veggnum þarna og þeir reyna að pískutróla Nökkva og Kára þarna. Nökkvi hoppar út í þá. Það endar ekki nógu vel en Kári, hann er mættur til þess að reyna að hefna félagsins, finnur KHK og spurning hvort hann fær tækifæri að klára hann, nei, fær það ekki og þá er Kári fallinn líka en virðist eins og að einn liðsmaður sé ennþá einhvers staðar á lífi og þá möguleiki á að komast aftur inn í leikinn en sjáiði hvað er í gangi hér. Sigmar og Ækristó eru 10 metri í burtu og þeir eru 3 að beygja sig á lestarteirunum. Aron! Og Gabbi er fallinn. Aron! Ég hef bara aldrei séð þetta play áður. Ef Ækristó eða Sigmar hoppa hérna upp og lenda á lestarteirunum. Það er búið spil. Það er einn leikmaður farinn. Bjarki Panda hérna ná að fella þetta blöð. Getum við skipt aftur yfir á Denas og þá? Mér langar bara að sjá hvað er að fara að gerast þar. Mér sýnist þeir hafa gefist upp á því að lurka þarna inn. Já, byrjið eitthvað að hoppa þegar við skiptum yfir. En þeir hljóta þá að vita samt sem áður að Sigmar og þeir séu þarna, já, Dr. Hákon ætti að hafa séð á þarna, er samt ekkert að snúa sig við eða sýna þessum neina athygli. Gæti mögulega bara tekið skaða hérna í bak. Nei, jú, þarna er Denas komin í buildfight við Sigmar og Dr. Hákon brýtur hann þarna niður. Það er þá bara Ækristó eftirstandandi af þessu liði. Hann hlýtur bara að vera að koma sér í burtu og hann er að gera það en þeir verða eldan. Hann getur bara restað aftur inn. Þeir verða núna bara að sækja. Og þeir eru að skjóta á hann, þeir vita hvert hann er að fara. Hann er bara með þessa kilvu, hann getur ekki teleportað sig 400 sinnum og Dr. Hákon er kominn í eldingaleikin. Denas líka að elda. Og þetta geti verið forystan að sveifla aftur tilbaka. Denas reynir að ná höggið hann og Ækristó nær því ekki. Og Ækristó heldur áfram að hlaupa, hann getur hlaupið hraðar út af hafnaboltakilunni. Og það er erfitt fyrir Denas að elda. Ækristó heldur áfram að reyna að hrista það af sér og þú sérð að hann er að stefna beint út í storminn. Hún er alveg sama, Dr. Hákon er búinn að spotta, hann veit hvað hann er. Og hvað getur hann farið langt áður en hann þarf að fara að snúa við og huga að einhverju öðru hér. Þetta er nefnilega bara... Er hann að ná að stinga það bara? Já, hann hleypur hraðar. Já, ég veit það. Er með hafnaboltakiluna. Og þeir sjá hann ekki lengur. Þetta er risastórt. Þeir ná að... Þeir alltaf áfram. Já, þeir verða bara að ná þessu. Já, þetta er upp á sigurinn. Þetta er bókstaflega upp á sigurinn. Dr. Hákon komið með hérna hafnaboltakiluna og bara fyrirgefiði fólk sem heima sitið sem eru kannski að spyrja af hverju erum við ekki að sýna ykkur eitthvað annað. Við verðum að sýna ykkur þetta því að þetta er sá sem að mun sigra þetta mót eða enda í forystunni hér í kvöld. Þetta er bara upp á það að fara í loka kvöldið on top. Já, og þá er Ækristó bara að taka eftir því að Denas og Dr. Hákon eru ennþá að eldan og við erum að fara að fá pjúra buildfight hérna á milli þessara leikmanna. Denas 13 búinn að einangra Ækristó en Ækristó nær þvílíku skotið þarna, pumpar hann lágt niður og þá er það Dr. Hákon sem er næstur á dagskrá en Ækristó hann er fyrir að taka staða í bakið. 15 líf, 14 líf, 13 líf, 12 líf.
poppar Chuck-Chuckinu og reynir að ná sér aftur upp. Hann nær allavega einhverju skaða þarna, stoppar það samt sem áður. En það er búið að strauja niður! Þeir náðu honum! Dennis 13, Kristó, Dr. Hákon fella liðið hjá Kristó úr leik alveg í sæti 12 hér af 14. Þetta er risavaxið. Gæti ekki verið stærra. Nei. Gæti ekki verið stærra. Og það er ljóst að keppnin er farin að harðna, Aron. Heldur Pétur. Hverjir er að fara að lenda á hverjum í næstu viku? Það er spurningin. Dennis, Kristó og Dr. Hákon voru bara, herri, það var ekki nóg að lenda með 2. Núna fyrir bara allir 3. Jep. Vá! Og þessi eldingaleikur lengst inn í stormin, það bara segir þér hversu mikið var undir þarna. Núna þurfa Dennis, Dr. Hákon og Kristó að gera ekkert annað heldur en að lifa. Jep. Þeir geta það bara runna, chillað, leitt hinum að sjá þetta. Ég meina, er ekki, 36 stig fyrir sko 5. sæti eða eitthvað? Þú veist, það er nóg til þess að jafna. Ef þeir ná bara núna að hingra og vinna leikinn, það eru 65 stig. Já. Þannig þeir enda þá bara með 30 stig í fórskot. Þannig erum við líka að sjá hversu stögglega að þetta getur breyst. Yep. Sérstaklega þessi lið byrja að berjast á móti hvort öðru. Og hvaða tækifæri opnar það þá líka fyrir önnur lið? Erum við kannski að fara að sjá þriðja liðið reyna third partya og taka út bæði lið? Ég meina að núna er færi til þess að ef þeir keyra á Dennis og pilla. Ég er bara í sjokki hér á hvað við erum að sjá. En við höfum líka bara ekki verið að sjá þá að séum við stofnum í melkvöldinni. Ekki verið að sjá þá að vera að slást. Það er bara þannig. Og Kristó gerði ekkert eðlilega vel að skota á Dennis, tekur hann niður í 50 HP og það þurfti ekki, það munaði ekki miklu. Nei, ef hann hefði bara náð að taka Dr. Hákon líka. Já. Það er bara nú að bjarga þessu. Bara aðeins. Og líka ef að Kristó er ekki elda þá þarna manna síðastu. Já. Og að ná að koma inn og veita eitthvað stuðning, þá held ég bara að Kristó í góðan séns á honum í kúðana. En sjáðu, sjá hvernig klókur ég að finna þessa línur. Hann er geggjaður í þessu. Búinn að ná veggnum, þú veist, og hann bara stoppar. Og finnur líka bara eitthvað smugu af línu á leikmann og finnur hana. En núna er hann hérna að taka boxið hjá Theo Stuffy. Theo Stuffy er til leikmaður sem við höfum mikla mætur á hérna. Gerir vel, en þá er Vist komin undir hann! Hann verður ekki fatt hann eftir gólfið. Nei, þetta var mjög tæft og Vist virðist hafa mist aðeins af Theo Stuffy þarna. Hann virðist hafa fundið smá griðast í bakið. Hver var það? Var það Sjax sem að náði þessu skoti? Ég held það. Og við sjáum Sjax, Markus og Stuffy allir komnir aftur svolítið svona saman og bara svona endurstilla svolítið bardagann. Já, næra að fylla á. Núna þarf ykkur að kalla, þið eigið ekki þetta loft! Þetta á ekki að gerast, Big Snakes var búinn að taka 1 skot þarna, en núna er hann fallinn. Það er Sjax finnur hann, og það er þá 1 leikmaður, hvorum meginn fallinn, Markus, er samt ennþá hérna á lífi, ennþá hægt að ressa hann, en Viss virðist alltaf, nei, þeir ætla bara að pressa boxið, og Sjax byggir sig þarna út. Stækka flatamálið, takk og legg síðan með Felli og Vító á meðan. Og það kemur mest grenade, Viss nýtir það bara vel, segir takk fyrir mig, Jatt líka. Og Markus, hann er komin upp, þá er þeir 3 á 2. Önnur mest grenaðan og þeir ætla bara að spreyja hann í gegn. Reyna að gera eitthvað, Lexi finnur Expos Montreal. Og þá eru þeir farnir aftur af stað en Viss, hann er fallinn, það er bara Gjarkir 2011 hérna, hann finnur Markus en ekki meira en það. Stuffy, Sjax og Markus klára þetta lið. En þannig sjáum við kannski, við erum búin að hæla Stuffy og þeim. Já. Þannig sjáum við kannski einn veikleikan þar, það er ekki nógu meðvitaðir það hvaða fagstegn þeir eiga. Já, og þetta var orðið ansett flókinn bardagi sem við vorum í þarna, en samt sem aður, þú verður að vita hvort þú eigir, þá sérstaklega gólfið þín, gólf eða loft. Og í þetta skipti var það loftið sem þeir bara föttuðu ekki að þeir ætti ekki. Og þeirra vissferðandi gólfið líka. Já. Þannig ég meina, þú sér hvað hann getur gert. Hann editar bara all loftið í burtu og býður. Og Markus bara hleypur beint í það. Af því að hann bara býst ekki við því. Nei.
Fjölnir Aron flettir þarna FH Þorra. Ég sá ekki hvort að það lið hafi þá verið úr leik, en það var bara 10 lið eftir inn á server akkur núna. Nei, Siggsjá, hann að falla núna líka. Takk og Lexi að taka einhver skot þarna, hvort það hafi verið með snæpurnum, hljómaði svolítið þannig. Ég veit ekki að vera í Mythic snæpur líka. Þetta geggja season, sko, þú veist, sko, núna bara að horfa á Elko-deildina núna. Já. Það langt síðan að, sko, mér hefur bara langað til að lappa út úr útsendingu og fara að spila. Jep. En ég þar núna, sko. Ég ekki bara skilja eftir, við erum í arína, sko. Já, ég meina, þú veist, ég bara mig langar að fara að spila meira, akkur núna. Og þarna þessi svarti markaður sem hægt að kaupa hitt og þessi vopn á. Fexi heppinn að sleppa þarna. Jónas. Nær takkinu. Ég held að það verður einhver annar sem að náði þessu takki, sko. Einhvern annar virðist alltaf að halda Jónasi hérna út í storminum allavega. Sér það að hann ennþá einhvern veginn hér. Gæti verið tekið bakið. Þar gerir vel. Og Brexi og Rúnar þurfa að taka á honum stóra sínum. Láta sig hverfa. Brexi er lár, þeir vita af honum. Og þeir vita að Rúnar líka, hann með Lexa á veggnum hjá sér. Ekki staður þar sem þú vilt hafa Lexa. Sterkur spilari, Brexi gerir vel þarna. Editar á móti Knarr, en vantaði aðeins upp á Já, það rólegt yfir akkurat núna og þetta svona svolítið það sem við upplifum líka áðan. Núna eru færri lið eftir sem eru þá alveg, fleiri lið sem eru alveg fattin úr leik, alveg 5 lið sem eru alveg fattin úr leik. Og liðin virðast bara hafa svolítið no pláss hvert lið. Og við sjáum hérna, þú tekur ekki fall damage á svona kilvuna og það alvöru sókn. Hvernig sástu síðast bara heilt skot hoppa frá fjalli. Þetta heitir að veiða sér til matar, sko. Já, og það Brimir sem virðist alltaf vera bráðinn. Fjölnir Aron mættur hérna á þakið hjá honum. Virðist alltaf reyna að eignast eins mikla fastegn og hægt rétt hoppar yfir þetta shotgun skot. Og Brimir í smá vesinni. Spurning, já, hann fallinn. Og þessar grenur, hérna, þessi medmist grenur að gera virkilega skemmtilega hluti til þess að spila í stormin. Já. Við sáum nú Gunsa byrjast bara að lifa af á því einu. Já. Áhugaverð. Hann nálgast þetta svona. Það eitthvað lestarrán í gangi hér. Hingi á lögregluna. Eftir að þessi hérna hölvu karakter fellur að þá Gnarr og eða liðið hans geta fengið nýttir Mammut Pistol. Eins og Úlfur með kjálta. Já. Mjög fyndið samt, sko. Þetta metalíðan sem þú fær líka á þessum Úlfur gegn, sko. Veipur miklu hraðar. Já. Og svo svona eitthvað danger music í gangi líka þarna. Þetta var geggjað. En áhverjum að sjá hvernig þessi bardagi fer. Þeir voru nú orðnir ansi lágir þetta. Og með teimi sem var að koma á fullum krafti í fangið á þeim. Áhverjum að sjá hvað, eins og við tölum þú veist, rótitin eru miklu hægari. Núna. Þú veist, þú ert að horfa hérna á Gunsa B og Emil og Lester rótita og það bara tekur bara korter. Alveg ansið langan tíma.
Þeir eru að taka skot þarna á leikmenn sem eru síðan bara lengst í burtu. En búnir að finna sér smá fastegn hér inn í hring. Þeir sem eru upp í turni, ef þeir fá næsta hring, þar eru í topp málum. Já, og núna Ekki nema Gunsi hittir þessu skoti. Þetta er svolítið spurning sko líka núna hvert púlar hringurinn. Og við sjáum það að þetta er alveg þokkalegur hringur fyrir Emil, Lester og Gunsa. Já. Ætti að geta rótað þarna bara eitt lið sem þeir þurfa að komast í gegnum. Markus, Stuffy og Jax. Næla sér í smá líf þarna, greinilega búið að vera nóg að gera hjá þeim, 6 fellur komnar. Þeir eru með augu hérna á Fjölnisstrákana. Korri að koma inn í hring á erfiðum stað, hann er felldur af Markusi. Sjáu þessi Jax þarna, hann er bara að bíða, hann sér þá í gegnum bildið, alla komnum Hamburg-bildinni, hugsa sér tvisvar og fer bara eitthvað annað. Þetta var geggja. Vá, mér langar að sjá þetta oftar. Það var bara eitthvað stand-off þarna. Ætlar þú að miða hérna með snæpinn? Sjáðu hvað við erum með. Það þurfti ekki að skjóta einu skoti til að útkljá þetta Það var líka bara, já, ok, fair enough. Það var bara svona eins og að horfa á einhver diplómata að vera að vinna, sko. Þetta var mjög áhugavert. En þetta, sjáu þið hvað þetta er erfitt rótið og hvað þetta er að nota mikið af bild. Og þrátt fyrir það, þá er Jaxin að koma inn bara ekki með neitt skjöld. Og þarf að hafa fyrir því að hýla sig upp hérna. Þægilegt fyrir það að vera með hennan Sprite, heldur þeim öllum svona þokkalega heilbrigðum. En þetta hefði verið eitt teleport fyrir viku síðan. Já. En þetta líka kostaði það, þetta var mögulega bara síðasta hýl sem þið voru með, sko. Já. Við sáum að Sís, já, hann var að falla. Það er þá það tríó úr leik. Sem er hvað, Brimir, F.A. Þorri og Six Já. Þeir taka 8. sætið. Emil kom inn með góða staðsendingu þarna en hann grándar ekki öll bildin sín og er skotin niður. Vel gert hjá hann að blika að spotta þetta. Það var frá 1 pixel sem hann sá. Já. Það er skemmtilegt. Það er allir að reyna að tryggja sér einhverja góða fastegn núna. Þarna eru leikmenni sem eru núna enn sem komið er í öðru sæti. Denas Kristó og Dr. Hákon. Emil fallinn hér, Halli Bliki, Dagur og Mythic komnir inn í boxið hans. Það kemur rótiti frá Dr. Hákon, Kristó og Denas 13. Þeir renna sér þarna inn í miðjan ring. Þeir eru mættir í hasarinn. Stuffy, Markus og Jax á frábærum stað. Við sjáum líka bara að Mythic og félagar eru undan lífi. Þeir gætu reynilega bara að stimpla sig og gera þetta þryggilega baráttu. Já. Ég meina meiri sér bara Stuffy og Markus og Jax. Það er bara langt síðan við höfum séð svona lið sem er í topp 5 falla út svona snemmt. Og hún heldur Sony hérna áfram að hreyfast og hún sér bara það er enginn fyrir aftan myndavélina akkurat núna í Sóninu. Öll liðin eru bara þarna og þetta er nákvæmlega það sem ég vildi sjá hérna hjá Lexa. Hann gerir vel. Sérðu hvað er mikið af fríu plássi? Hún er bara á hann allt. Hann á alla hæðina. Og þeir þurfa ekki að vera að spá í því að það sé einhver hérna bara beint við hliðina þeim að skjóta eða eitthvað svoleiðis, en þá er það Lester, hann er að leita einhverju hérna Taco Lexi bara skýtur hann samt skýtur árásarkirnina úr honum og ná stjórn hérna á þessum runnarnir geta verið algjörlega frábærir svona seint í leiknum. Fjölnir Aron, hann tekur út Markus, það er svarað samt sem áður, Jax klárar Aron og Tonka. Dr. Hákon búinn að fella Gunsa B og þá er allt að fara í gang hér. Taco Lexi allar að hreyfa sig, kemur sér á góðan stað. Gnarr og Steffen beint á eftir honum og hverjir eru búin að ná á high groundinu.
Það sjálfsögðu. Denas 13, Dr. Hákon og Kristó. Þeir horfa hérna niður á hina leikmennina sem eru hér eftir og leita tækifæra til þess að taka skotin. Við erum að sjá tunnel, Aron. En Theo Stöffi þarna kláraður að ofan. Ég er ánægð með það, ég vil sjá við lið æfa sig í þessu einmitt. Já. Það gerir það bara, þetta er bara, þarna, þetta er eins og við séum að horfa á aftur. Þetta er bara geggjað að sjá þetta. Og við sjáum líka high-groundið, hvernig það er haldið hér. Lexi, Steffen og Gnar, allir þrír eftirlifandi hér. Lester að reyna að koma sér inn í hring, tekinn lágt niður. Og hann fellur hér, það er Denas sem að stelur þeirri fellu. Þeir fá 5. sætið. Lester... Hann gerði mikið og litlu. Já. Kom inn í hring með lítið eftir, Lísarlega fallir. Næst á 5. sætinu. Já, við sjáum það. Það er Kristó, Dr. Hákon og Denas. Þeir eru 3 eftir á toppnum. KHK og Steppi, þeir eru 2 eftir. KHK á einhvern undraverðan hátt ennþá á lífi. Svo ertu með Dag, Halla Blika og Mythic. Bara Steppi eftir á lífi hérna. Þannig að þetta er 3 á 3 akkurat núna. Og high-groundið er sko sterklega í höndunum á Denasi, Kristó og Dr. Hákoni. Halli Bliki, hann er fallinn en gæti verið hægt að ressa hann, en nei, það er ekkert eðlilega mikill skaði þarna sem að Dagur tekur inn í boxið. Gnar reynir að elta hann, gerir það og það er þá bara Mythic sem er eftir af því tríói. Og það er bara vonast þegar eitt lið fallir til svona á öðru sætinu. Já, þetta er 3 á 3 á 1 akkurat núna. Gnar, Lexi og Steffen á móti Denas, Kristó og Dr. Hákon. Hringurinn, hann er bara minka. Mythic heldur sér bara fyrir utan hring, að reyna að lifa eins lengi og hann getur, hann fellur að lokum. 3 á 3 hér. Hver tekur þennan leik? Á low-groundinu eru það Gnar, Lexi og Steffen. High-groundinu Denas, Kristó og Dr. Hákon. Og þarna sjáum við hvernig þetta vill oft verða. Það er búið að bilda allstaðar. Það er eiginlega engin staður þar sem að Dr. Hákon, Denas og Kristó geta hort niður á þessa leikmenn án þess að þurfa að brjóta 3 layers af build. Sem er þess að þeir verða að koma niður á einn tímapunkti. Eða bara fara í heal-off. Já. Og nú áhugavert að sjá hvernig heal-off myndi fara, hvort einhvern væri með medmistunni. Svo þú sér það, þeir eru bara að færast þarna á 2 mismunandi hæðum á milli. Og hringurinn heldur bara áfram að minka og þetta gæti enda sem eitthvað sem verður bara útkljáð inn í miðjum storminum eftir að hringurinn er búinn að lokast að fullu. Og mér sýnist að vera ekkert lát á materials hjá báðum liðum. Þannig að sjáu þetta dans! Allir að leita einhverjum tækifærum til þess að skjóta en það er ekki mörg og þá eru leikmenn byrjar að falla. Gnar reynir að taka þetta á sínar axlir en það er Denas 13, Dr. Hákon og Kristó sem að sigra hér seinni leik kvöldsins. Það þýðir það að toppliðin okkar 2 skiptu bróðurlega á milli sín leikjum kvöldsins. En ekki bróðurlega. Nei, það er alveg málið. En í öðrum leiknum að þá voru Denas og þeir í 5. sæti eða eitthvað. Í hinum leiknum að þá fjallu Kristó út fyrir topp 15 félagar fyrir út fyrir topp 15 sko. eða hvað, nei, voru í 14. sæti eða 15. sæti eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis. Þeir voru allavega eitt af fyrstu liðunum til þess að falla. Og það sem við erum að horfa á þar er það að það er eiginlega örugt að það er aftur skipti á toppnum. Við náttúrulega erum ekki að horfa fram á það að eitthvað annað lið sé að fara að koma og taka toppsætið af þessum 2 liðum. Nei. Allavega ekki enn sem komið er. Við gætum alveg fengið það í næstu viku. Já. Það er ennþá opið fyrir það. Ég held að, eins og ég sagði, ég held að 3. sætisliðið hafi verið að stimpla sig inn í að gera þetta þriggja baráttu. Já, og veistu, hann Aron minn, Aron Hrafn, sonur minn, hann sagði áðan að hann héldi að Kristó myndi verið í síðasta sæti. Herðu, vá! Þú veist, þið farið á morgun heldur hann koma 8 á miða, sko. Ég er að segja það.
Ég hefði ekki getað spáð fyrir þessu en einhvern veginn þá tókst honum að gera það en við ætlum að taka örsnögga pásu, hún er ekki löng í lofa, bara svona það bil 1,5–2 mínútur, svo komum við tilbaka, við skoðum endursýningarnar úr þessum leik og stigatöfluna, hvernig hún er fyrir síðustu umferðina hér í Trios, þannig að við komum rétt strax aftur, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Já, verið velkomin aftur, ég sagði að þetta væri ekki langt og hér stöndum við orðin okkar. Jep. Það er bara þannig. Verið velkomin aftur. Við ætlum að fá endursýningarnar í gang leið og þær eru tilbúnar áður en við fáum stigatöfluna. Við ætlum aðeins að tísa stigatöflunni því að þó að við vitum að það sé að fara að vera sviptingar á topnum, þá vitum við ekki hversu miklar þær eru að fara að vera. Við vorum að horfa upp á það fyrri leikur kvöldsins, 23 fellur Jep. hjá iCrystó, Sigmari og Gabba. Örugglega ekki eins margar fellur núna, en engin placementstiga eiginlega hjá svona forustu sögðunum í þessum leik. Þannig að það er nokkuð ljóst að það mun verða sviptingar á topp. Ég er spennt að sjá sko, hversu mikið þeir eru að setja inn að strax á þá. Sko. Án gríns. Það er það sem ég er mest spenntur fyrir. Þetta er hvað gaman að fá svona, þú veist, breytileika í þetta. Og ég held líka, þú veist, við eigum ennþá inni leik þar sem að Dennis og þeir dettur leik svona snemma. Og miða við það hvað við erum að sjá mikla árásargirni í það að reyna að skora á fólk af spáni sem að er eitthvað svona sem að fólk var ekkert að gera á fyrstu tímambilunum sem við vorum hérna. Núna þá er það að fara að færast í aukana og sérstaklega eftir það að þú gast keypt kortin tilbaka. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það verður. Við skulum kíkja á endursýningarnar úr seinni leik kvöldsins. Hérna byrjum við að fylgjast með Stuffy og June Ara bara tekur ekki eftir það. Nei, þetta er... Mér finnst það samtalið full lengi að bregðast við þessu. Já, ég bara held að hann hafi ekki áttað sig á því hvað hann var verið að skjóta. Og hérna, ég gef samt Stuffy það að vissulega hitti fleiri kúlum hana og hitfire á SMG-inu heldur en ég myndi gera. Helgi Rafael nær að tryggja 1 punkt fyrir liðið sitt með að taka út Sjax. Og taka bara út strax. Já, herri, svo sjáum við hérna Gunnar. Þetta var eftir að Gunnar var búinn að fella Gabba. Og hann var stattur hérna 1 eftir meðan vissulega hann fór einhverjar annars staðar og þetta er þessi, hvað getur við sagt, skæruliða strategía. Hérna er Gunnar komin aftur inn í leikinn og aftur komin í hasarinn. Og hvaða lið lendi í öðru sæti og hver var síðastur til að falla? Það var Gunnar. Jep. Eftir að hafa verið að valda usla frá í rauninni byrjun leiksins. Hérna sjáum við iCrystó eftir að hafa farið í þvílíkan eldingaleik við liðsmenn. Náði bara næstu að svara. Án gríns, ég er að segja það. Þetta eins og þarna, það bara ef að Kristó er ekki að elda og third partya, þá dauðafæri. Er hann í dauðafæri. Þarna er Big Snage nær Markus en síðan tekinn tilbaka. Gjarkit var þá 1 eftir, en eftir að Viss var fallin líka. Þetta er mjög sterkt lið. Við sjáum það bara þarna eins og þetta skot. Það var geggja skot þarna á Markus. En það er bara svolítið erfitt að ætla að vera 1 á 3. Já, það er verið að biðja fullmikið þar. Og það sem mér finnst gaman að sjá líka, liðin sem eru að koma hvað lengst,
standa sér alveg rosalega vel í að halda leikmennum sínum inn í leiknum. Já. Þú veist, að ressa, að fá þá aftur inn, að hjálpa þeim að farma, hjálpa þeim að fá lút, hjálpa þeim að fá skot og þannig að enginn komi bara, þú veist, svona hálfur til leiks. Vá, ég sá þetta ekki. Vá, hvað þetta var óheppilegt fyrir Emil. Hann bara einu skrefi frá því að sýna sig. Eða, þú veist, hann tekur eitt skref of langt og það nóg. Hann var líka bara átt að segja á því að þetta var eða príðið þetta í glugga fyrir bakvið sig, sko. Nei. Og hérna þetta high ground. Það var bara enginn sem fekk séns á að skora á þetta high ground. Það var líka svolítið þannig að sko út af því að við vorum ekki með mikið af einhverjum svona stökum einstaklingum. Það var meira bara lið að falla. Að þá tekur hvert lið aðeins minna pláss í lokahringnum, eins og við höfum talað Þannig að það var ekki alveg eins mikið kaos í þessu og í öðrum leikjum sem við höfum síðan. En mér fannst líka bara leiðin náðu að þessu taki fyrirtækinu á Lexa, þá var þetta í rauninu bara fórsadrið að vinna þetta. Já, ég sammála því og þú veist, ef þú ert fyrir ofan, það er alltaf betra heldur en að vera fyrir neðan í þessum aðstæðum, af því að það er bara erfiðara að þú veist, að labba undan coveri og skjóta fyrir ofan þig, af því að gæinn fyrir ofan þig getur sýnt svo lítið target á meðan þú þarft að labba allur út úr coveri. Já, mér sýndist markmið hafi verið að gera þetta á heal-offi, sko, af leiðinu fyrir neðan. Ég skil það ekki, af því að enginn aðeins var með heals. Þannig að það getur ekki verið. Þeir verða eiginlega bara að gera það ef hinn ekki og þeir eru ekki með þetta high ground og fá ekki færi á það en á í talsöða, þá þetta ekkert röng leið til að spila, sko. Nei. En vissulega leið og ég voru takað hann fyrst, það þurfti þið bara að gera. Veistu hvað kemur mér á óvart? Að þeir hafi ekki á einhverjum tímapunkti sagt bara 1, 2 og allir að spreyja yfir. Já. Eins og sé, leið og þið voru takað hérna fyrst, það þurftu þið bara að taka svo ákvörðin að keyra upp eða bara spreyja upp. Bara ef allir spreyja upp, að þá bara, þú getur því í gegnum spild, þeir eru að fara að detta niður, af því að það er bara eitt bild eftir inn í hring. Og þá ert þú allavega sko, svolítið að taka af skarið, skilur. Og ég held að það sé það sem þeir hafi gerst þarna í lokin, þess að sjávíkunar koma hoppandi upp þarna bandbrjálæðir. En það sem gerðist þar á undan var bara takki á Lexa tókar oflangt niður, þeir byggja vegg sem ég held að þeir hafi feilað editi á. Já. Og þá falla 2 í storminum. Já. Ég veit ekki hvort þú spottaðir það, en það kemur sko í endursýningunni, að þá kemur sko, þeir eru þarna að croucha, að labba þarna undir, það er nýbúið að taka Lexa. Svo ætlar hann að fara að snúa og halda áfram í hring, þá byggist veggur, hann tekur upp editið, en svo var veggurinn rauður. Já, feila eða, já. Ég held að hann hafi mögulega feilað fyrsta editinu, það hafi verið nóg til þess að Lexi hafi fallið í storminum. Já. Svo eftir það fellur næst í storminum og þá er það bara Kanari eftir og hann þarf að hoppa upp og reyna í rauninni að 1v3. Altså. Já, einhverja glóriur. En samt, náttúrulega bara geggja hann á öðru sætinu þannig hjá þeim og bara mjög flott. Að saksa þvílíkt á. Já. Já, takk. Ég vil fá stigatöfluna, það er komin tími á það og það eru væntanlega mikið að fjalla þarna 22 stig. Það er ekki meira en það. Það er samt sko, það er minni munur á milli þessar 2 liða núna heldur en var fyrir þennan lið. Og 3. og 4. sætið er bara komið inn í barðan, sko. Við erum að fara frá rosalegt loka kvöld, sko. Það er bara einn svona leikur. Já. Fyrir Denasdóttir Hákon og Kristó þar sem að þeir falla bara snemma í leiknum og þá bara Mythic, Halli Blíki og Dagur í dauðafæri. Ef þeir taka win, ef þeir ná Kristó og Gabba út kannski í 5. sæti og Sigmar, ef þeir ná Tentacle-strákunum út í 5. til 10. sæti og ná sigri, þá bara einn leikur myndi skjóta þeim på toppinn. Þetta er mikið af ef. Þetta er mörg ef. Þetta eru mörg ef. En you're saying there's a chance? Klálega. En ég hef einhvern veginn meiri trú á Gnarr og Filimann í 3. sætinu vegna þess að þú sér bara að þeir eru á para á fellum við Kristó en það vantar bara herslumun að klára leikinn. Það er eina sem skilur það af. Já. Og sér það að Emil, Lester og Gunsi eru komin í 7. sæti. Þannig að Lama Tattooið er af dagskrá, allan í bili. Þeir hafa 1 kvöld í viðbót. Já, ég tek því held ég bara fagnandi og ein önnur. Sko, og svo ertu með Markus, Jax og Theo Steffi. Þeir eru bara á góðum staði í 5. sætinu og myndi ég segja líka bara í góðu færi
til þess að verja 5. sætið. Það myndi ég segja sko, ef ég er þeir akkurat núna, þá myndi ég segja ef við endum í allavega ekki neðar heldur í 5. sæti, þá er þetta gott mót fyrir okkur. Búin að standa sig rosalega vel hingað til. Fyrir Emil, Lester og Gunsa, þá er markmið 5. sæti. Og ég held náttúrulega alltaf að þegar þú ert að fara í svona lokakvöld og sér bara hvað ert núna. Já. Markmið er náttúrulega alltaf að enda ofan þessum ert. En eins og segir núna, ef það er ómögulegt, það verður bara að verja. Ég er svolítið spenntur fyrir því að sjá 10. sætisslaginn. Já. Það er það sem ég ætlaði að fara að segja, skilur við. Ég myndi segja 1, 2, 3, 4 er að berjast 1. sæti. Já. 5, 6, 7 er að berjast, og eiginlega 8 er að berjast 5. sæti. 9, 10 og svo veit ég ekki hvað kemur næst er að berjast 9. sæti. Ég held að þeir séu þriðja liðið í kvöld til þess að fara í sjáum á topp 10 sko. Já, ég held að það sé 8, 9, 10, 11, 12 og 13 sem er að berjast það. Já. En þannig að þá erum við að tala þú veist, ef þú ert Þorri, Brimir og Heita, þú ert að reyna að halda 9. sætinu. Já. Mögulega að átt geggjakvöld komast upp í 8. Já. 10. sæti er að stefna á að vinna 9. sæti. 5, 6, 7, 8 er að keppast við það hver endar í 5. sæti og hvernig innbyrðisröðin verður þar fyrir neðan. 1, 2, 3, 4 berjast sigurinn. Úf, maður. En við hefum heldur aldrei séð fjögurralega slag í lokakvöldinu. Ég er virkilega spenntur að sjá hvernig það fer sko. Það hefur við ekki gert. Það hefur aldrei verið í svona mjótt á munum og miðað við bara það sem við erum að sjá núna, lítið mobility, fullt af nýjungum, fólk að detta í alls konar vesen. Það er bara hægara sagt en gert að vinna alla leiki núna. Ég er bara handviss það ef þú ert með teleportgrímurnar og sverð, skilurðu, að iCrystal á bara góðan séns á að hrista Denas, Dr. Hákon og Kristó af sér. Klálega. Sérstaklega þar sem að þeirra Strat var að lenda á NPC-anum sem að droppaði betri grímunni og hann hefði þá verið með, þú veist, Mythic Oni-grímuna sem er með hraðara recharge og fleiri hleðslur og hefði geta bara ferðast allt mappið með þá og þeir hefðu verið í bullandi vesinni. Þeir hefðu þurft að taka eftir í hvert hann skaut grímunni, hvert einast skipti, hvenar hann teleportaði. Og náttúrulega lendi í slag við önnu lið á millileginu. Nákvæmlega. Og þannig að, þú veist, þetta season, þetta þessar takmarkanir á mobility, þessi erfiðari rotate, búa til fleiri tækifæri fyrir þessi bestu lið til þess að lenda í aðstæðum sem þeir ráða ekki við. Og það er bara það sem gerðist þarna. Náttúrulega líka bara kudos á playið hjá Dr. Hákon, Denasi og Kristó að þeir allir crouchwalka inn á lestatínunum bara alla leið inn í einhverja borg og svo bara stökkva, finna þarna Sigmar, Elta, Kristó niður sem maður var farin sko kílómetri í burtu, þú veist. Lengst inn í storm líka. Lengst inn í storm. Og það sýnir líka bara hversu mikið þeir föttuðu strax bara, hann verður að deyja. Því að ef hann deyr ekki núna, þá restar hann þá, þeir komast aftur í hring og þeir eru í topp 5. Og við náum ekki að sagt svo snáða. Sko. Það var eina sem þurfti að gerast, var það að þeir unnu þennan eldingleik. Það er bara hlutur sem þurfti að gerast, þeir gerðu það vel og eru með toppsætið af þeirri ástæðu. En ef ég væri leikmaður sem heitir Kristó, þá væri ég sko brjálaður. Já, ég væri núna á elko.is í símanum að panta minni að skjá sko. Já. Ég væri brjálaður. Ég væri bara, næsta 2 leiki þá erum við að fara að senda 2 gæja sem eru að fara að droppa bara á þá, við ressum þá, svo erum við að fara að pussa þá og bara, ég væri eiginlega komin á þann stað að ég myndi bara henda mótinu mínu fyrir rútuna og vera bara, ég ætla að fæta þetta lið off-spawn það sem eftir er að þessu móti. Það er ekkert annað í boði fyrir það? Nei. En við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra hér í kvöld. Það er æsi spennandi keppni hérna í Trios, í rauninni mest spennandi keppni sem við höfum staðið frammi fyrir hér í Fortnite samfélaginu á Íslandi
og það mun allt ráðast hér í næstu viku. Þannig að næsta mánudag klukkan 7 erum við hér aftur með síðustu umferðina í Trios. Hvort verður það? Denas, Dr. Hákon og Kristó eða Kristó, Sigmar og Gabbi sem að taka sigurinn í þessu móti, já, eða leikmenninir í liðum sætum 3 og 4. Það er ein leið til að komast að því og það er að fylgjast með á næsta mánudag. Sjáumst þá. Thank you.